búið til lent, sko. Yes sir. Yes sir. Já, nú vil ég hækka þessi intro-inu. Já. Verið velkomin skjánum, loksins. Við lentum í smá tæknilegum örðuleikum. Þú veist, innilega afsökunar. Já. Þessi típisleifur, leiðið að fá hann gert, þá lendum við fyrsta tæknilega vesenu með fucking Bitcoin sérfræðing. Auglýst eins og óði menn. Já. Getum ekki farið í loftið á réttum tíma. Nei, sem betur fer þá, það var ekkert borðfast frekar en fyrir daginn. Nei, en það er strax fullt af fólki mætt og við bjóðum gest okkar velkominn. Birgir, þú vilt kannski kynna hann? Já, vá. Ég nefndi það við, maður sjá eitthvað aðeins að gera svo fólk sjáum við nú. Þessi maður sem við hliðin á okkur ég sagði við hann á, það er engin Íslendingur sem er meiri fjölmiðlum á þessu ári heldur en þessi gaur. Kjartan Ragnars heitir hann, framkvæmdastjóri Myntrás, ekki satt? Rafmyntarás og stjórnarformaður Myndkaup, ekki satt? Jú. Rétt. Og ég þekki nú Kjartan fyrst og fremst í gegnum skákina, en svo hef ég bara kynst hana betur og betur með að hlusta hvert viðtal við hann og fætur öðrum. Og Kjartan, bara hjartalega velkominn. Já, takk hérlega fyrir það. Og í fyrsta lagi, þú byrjar að segja okkur, hver er þín tenging við skák? Áður en við förum í allt hitt dótið. Já, mjög skemmtilega tengingu við skák, myndi ég segja. Ég læriði mannganginn, bara eins og svona flestir gerðu, einhvern tíðan þegar ég var í Ísaskóla. Og svo ræktaði ég það ekkert bara, þú veist, frá, ég veit það ekki, 8 ára aldrei eða eitthvað, þar til ég er svona 25 ára, þá hafði ég kannski tekið 2-3 tækifæri skákir á ári eða eitthvað. Og byrjaði á chess.com og var þar held ég með 700 stig eða eitthvað. Já. Eða minna jafnvel. Og ég var mjög mótiveraður þegar einn ágætur maður sagði við mig sko, þegar ég byrjaði að stúdera þetta og sá hvað það var eitthvað heillandi og var að horfa okkur að heimilmyndir í Fischer og okkur svona, þá sagði hann sko, ef þú ert með 700 stig, 25 ára, þá er eiginlega útilokað að þú komist yfir 1200 stig sko. Og ég hugsaði, maður verður nú að reyna þetta. Og ég teldi eins og óður maður og ég var einmitt öryggisvörður á næturvörður á vöktum sem var nú lítið að gera, þannig að ég gat telt bara eiginlega meira og minna 10 tíma á vakt eða eitthvað. En strandaði eiginlega á vegg sem var eiginlega 1200. Og ég hugsaði, heyrðu, andskotinn, hvað er í gangi? Og þá byrjar hinn dásamlegi maður og mikli stórmeistari, Hjörvar Steinn Gretarsson, í lagadildinni. Og ég þekkti hann ekki neitt sko, ég hringdi í hann eða maður rétt eða hvort ég addaði hann á Facebook, það var annarkvort. Og ég sagði bara þetta, heyrðu, ég er mikið áhuga á skák og mér sýnst að þú sett bara maðurinn. Og gætu við hist og talað um skák. Og þetta er svona dálítið líkt mér, ég bara einhvern veginn... dempir hlutina. Já, og hann segir já, ekkert mál og við hittumst, tölum um skák. Úr var reyndar mjög góð vinátta sem varir enn. Og ég spyr, gæti ég til dæmis segja við hann, varstu þarna í kringu 1200 stig? Já, það væri svona 1200 stig, já, eins og bara á vegg. Mér varst ég var að tefla og horfa á YouTube og bara, ég varð ekki betri. Og ég segi er hægt að gera eitthvað í þessu? Og hann segir, já, það er ekkert mál að gera í þessu. Og ég bara fer í einkaþjálfun til hans. Og við tókum bara dálítið stíft prógram. Og ég náði, vissulega var það bóla, talandi en ég náði að toppa í, ég held 1840. Já, vá. Sæll. En það var bóla, skilur. Ég náði að halda mér þegar ég var að sinna, ég náði að halda mér í svona steady 1700 chess.com, svo hef ég verið að gera þetta minna, ég hef verið svona að ströggla með 1500 þegar ég var að tefla okkur. Ég verið að tefla minna núna. En þetta er minn bakgrunnur. Hvernig var prógramið sem hann setti því? Nú veit ég að það eru margir hann í kringum 1200, 1100, 1000 og er á þessum fræga vegg sem þú talar um. Einmitt. Hver er galdurinn? Sko, eins og við gerum þetta, hann byrjaði nú að hendi í mig einhverju bók Taimanov-vörnina og ég hef nú kannski mátt sinna henni betur því að það var nú mjög gott content og við vissulega byrjuðum að svo opnunum, en svo var bara ég að tefla og hann að bara spyrja spurningar, bara mjög einfaldra spurningar, skilur við, bara hvaða kall er ekki að gera þetta hjá þér, hvaða
ef andstæðingurinn ætti leik, skilurðu, hvaða leikur myndi truflaði mikið og svona, og maður, svona innrætti, þetta var aldrei einhverjum flóknir hlutir og ég held kannski að það hafi hjálpað aðeins að þetta gerist hraðar ég var búinn að setja alveg endalaust mikið af vinnu sem ég var bara ekki að ná einhvern veginn að nýta mér á taflborðinu sem hann svona einhvern veginn, náði að draga fram, þannig að þetta var basically bara svona hands-on kennsla. Já. En ég segi bara að fara í einhverjum til Hjörvar Steins ef hann hefur einhvern tíma í það er bara, ef þið vilja betri skák allavega, þá, er það málið. Það er ekkert mál, finnið ykkur bara einhvern stórmeistar að úti og hann græði þetta. Algjörlega, ég man einmitt ef ég kom inn í það, ég man að við Kjartan tefldum fyrir kannski svona, þá hef ég aldrei séð sem skákmann og ég segi nú oft ef ég hef ekki heyrt að skákmann þá getur ekki neitt og ég náttúrulega mætti bara þannig í skákina og svo komum mér alveg rosalega óvart þá varstu örugglega bara nýkomin á herskólanum á Hjörvar Já, einmitt, ég held ég muni eftir þessu Já, en svo endanum hafði ég þig eins og flestar hókana en þetta var þannig að þú góðst mér vel óvart þannig að Hjörvar hefur greinilega skólaði vel til en það þýðir ekkert að tala fortíðina, nú þarftu að sýna okkur í kvöld hvað Hjörvar góðu þjálfari? Það er fínt að Orðspori og Hjörvar undir í kvöld Það er fínt að ég sé alltaf ekki með orðsporið mitt undir, ég hendi Hjörvari bara undir rútuna ef þetta gengur illa En Leifur, ef við kannski minnum á það Leifur, hver er styrktaraðilarinn okkar? Já, herri, við erum hérna með Coolbet Ísland sem er með, alltaf með skemmtilega stuðla og oftar en ekki á allra bestu Það er ekki hægt að betta lengur á eldgosi? Nei, það var loka heldur betur snemma fyrir það. Það er spurning, þeir voru seinast með fyrir 9.5 blöð, síðustu helgi. Spurning hvort þið verðið með það aftur, ég hef ekki séð það, en það er alltaf... Mjög skemmtilegir stuðlar. Það er svirðið að fylgjast með alltaf erum í afþreyingu undir þeim dálkja og það er oft skemmtileg veðmál. En við erum komni með nokkrar spurningar nú þegar á Kjartan. Við hvetjum hiklaust með að fólk virki tjattið, ef það er með challenge á Kjartan. Eða vill spyrja einhverjum spurningum. Svo er það að Coolbet vinningurinn dag sem rennur til áskorunda sem að sigrar okkur. Við erum ekki að fara að tefla í dag. Þannig að það bara snýst það að Kjartan, skorið á hann og ef að þið sigra þá er það 50 € í bankan. Heldur betur. Þannig að það er heldur betur til mikils að vinna en það er ein regla. Það með allir skora á, en þú verður að vera undir 600 til þess að vera gjaldgengur í það að vinna vinningin. Ég held að sé ágætt, byrjum á að hita Kjartan að þessu og með við grillum hann að þessu spurningum. Kjartan, þú mátt ít á play. Svo erum við Dominos, endilega byrjaði bara. Svo erum við Dominos á Íslandi. Við komum í gang. Og þar erum við með Dominos komandi, það er einmitt komna nokkar spurningar inn. Strax stingur í augun fyrir inn. Þetta er skemmtilegt. Þetta er líklega eitthvað sem Hjörvar kenntir, ekki sagt? Hann sagði þú eiginlega bara ræður dálítið hvaða byrjuðu lífið vel með. Ég horfði eitthvað held ég á Levan Aronian, tefla ensku opnuna. En ég var mjög hrifinn af... Þú teflaði hana með E3 menn ekki G3? Já, eins og ég segi, ég nú eitthvað einn örugglega strax komin í miklar ógöngur nú þegar sko. En ég ég var mjög hrifinn af ensku opnunni þegar Fischer laði Spassky á velli í 7. skákinni í höllinni með ensku opnunni sem hefur nú verið kallað held ég hefur nú ekki verið kallað Mozart og Chess eða eitthvað Jú, rétt, mikið rétt það var svona en líka mér fannst það bara þægilega að ég, þú veist við pældum í D4 Já, ég mikill talsmaður D4 en ég er svona bara eitthvað mér fannst aldrei ekki það, ég var alveg til að hella mér í þetta mér fannst svona pælingin að sökka mér svona rosalega djúpt í teóriunni eitthvað mér fannst það held að þetta væri meira svona positional nálgun á þetta, nú er ég örugglega komin í eitthvað bölu vandræði Já, þetta leysir svolítið upp í kunnulega stöðu, þetta er mjög líkt og bara drottningabræði sem að ég En við getum alveg varað Kjartan við það að þegar þú ert að spjalla við okkur og ert að tefla saman tíma þá ert að lækkum, þú getur tekið 1-0 frá elostjórnum það er dálítið þannig sko Það er rosalegt Þannig að Já, þetta er nú ekki alveg maður sjá Já Sko Þetta er svona Þetta er ekki skemmtilegast staðan Nei, sko
Þú ert allavega ekki búinn að gera mikið fyrir áhörðum með sko, ég er ekki viss að margir sé núna að fara að stúdra enska leikinn. Nei, þetta er ekki hérna, en það er bara maður að halda áfram, reyna að brjóta þetta einhvern veginn upp. Já, þetta er... Bíðum með fyrst spurning, hann þarf Kjartan að koma allavega með aðeins skáru stöðu. Já. Nei, það er fínt að bara byrja í... Dempa þess á þig. Leifur, hvað er með fyrstu spurninguna á Kjartan? Herri, við fáum hana frá, hún kemur á Instagram og það er ekkert flóknar en það. Kristján spyr, er Bitcoin búbla? Þú ert bara að svara svo upp allt. Þú er líklega aldrei fengið þessu spurningu á þér. Þessu spurningu svona. Mér er skapinast að segja bara nei og biðja næsta spurningu. Já, það er líka guð velkomin. Nei, við skulum dvelja aðeins við hana. Á hún gild á sér, eða sérst... Á spurningi rétt á sér? Á spurningi rétt á sér. Já, allar spurningar einu og ekki rétt á sér, en við getum alltaf orðað bara þannig að svona eins og ég skil bóluhugtakið, eins og ég held að svona almenn málvenja svona leggi nú til grundvallar að bóla sé, að það er eitthvað sem rímar mjög vel við túlípanæðið í Hollandi á Söndöld, eitthvað sem bara var mjög óröggrétt, var í mjög skamman tíma, náði einhverjum sturluðum hæðum og svo springur það og fólk svona vaknar við vondan draum hvað í veröldinni voru vel að gera og eftir það þá á bólan aldrei afturkvæmt vegna þess að þess vegna heitir þetta bóla, skilur. Það er hérna en ef við byrjum það sama við Bitcoin, eitthvað sem er búið að vera núna í gangi í rúmlega 12 ár og hefur þá sprungin að gæslappa hvað ég var þá að segja cirka þetta er ekki skemmtileg stað sko, sprungið á cirka 5 sinnum með við það að en ef ég gerir samt sko meðan við það að hérna Þú þarft ekki að örvanda þessari stöðu, getur það Hvað segirðu? Ég held að þetta sé allt í lagi ennþá sko. Nei, já, sko, en já, ok, sprungið á 5 sinnum með við það að verðgildið hefur rýrnað 80% 5 sinnum en alltaf heldur það áfram nær 9 hæðum. Það er ekki bóla, en auðvitað má spyrja, er þetta komið til að vera? Er þetta varanleg peningatækni og hvert verður þá endanlegt hlutverk hennar? Það er spurning sem er málennuleg, auðvitað er þetta alveg málennuleg spurning, en ég er bara að segja hérna svona það er eitthvað atriði sem ég er alveg tilbúin að ræða sko. en líka bara að þessu líkt við túlípana, ég meina ef maður bara ber saman svona grundvallar atriði túlípana. Geturðu útskýrt, því að ég er búinn að heyra þetta núna, þú og Gylfi tölum, ég veit ekki hvað ég heyrði oft orðið túlípani í því viðtali. Hvað var, ég veit hvað túlípani er, en hvað var æðið í kringum það? Af hverju verið að líka því við Bitcoin? Sko að því að þetta er, túlípana er ég vil kalla svona first speculative asset bubble sem við þekkjum í sögunni og þetta var bara einhver manja sem greip sig, byrjaði í nóvember 1686 í Hollandi, þar sem bara túlípanar sem byrjaði að hækka eitthvað í verði og bara svona þetta var vissulega einhverja sjaldgæfar útgáfur af túlípönum og eitthvað slíkt sko. Svo bara grípur sig bara algjört æði, bara fólk bara þess vegna þykir svo áhvert fyrir bara því einmitt, þetta bara var svo gjörsamlega órökrétt að þú varst að selja túlípana fyrir held ég eitthvað á bilinu 10-föld árslaun verkamanns. Já. og menn voru bara, þetta er bara þess vegna þykir þetta svona ótrúlega ekki bara hagfræðilega, heldur bara félagsfræðilega spennandi fyrirbæri. Hvernig getur þetta gerst fyrir homo sapiens sem á nú í grunninn að vera svona frekar rökrétt þenkjandi sko. En svo náttúrulega bara endanum og það tók nú ekki langur tíma, það tók 4 mánuði, þá bara oh my god, ég hef búin að fá einhvern til að setja þennan pening í túlípana, nú er ég út úr þessu rugli og æðið hrundi og bólan sprakk og eftir þetta er þetta eina arfleiðin sem þetta skilur eftir sig er bara einmitt eitthvað áhugavert fyrirbæri til að stúdera félagsfræðilega sko. En þá kemur þetta býðum aðeins við Ég verð nú að segja að Svartur greip ekki tækifærið þessari skák. Lék ég að mér hann sem hann hefði getað nýtt sér betur? Nei, mér fannst þú vera orðin dálítið veikur tilbaka fyrir sko. Já.
En þá önnur spurning sem ég ætla fyrir áður höldum áfram með, en það að því ég búinn að spyrja bakgrunn úr skák, hver þinn bakgrunn við, af hverju ert þú mættur í Bitcoin-geimið? Hvernig byrjaði þetta allt saman? Sko, þetta byrjar á því að, og það, já, þetta tengist nefnilega skákinn og Bitcoin, það nú skemmtilega við þetta, sko, að því að hann Patrekur Maron Magnússon, framkvæmdastjóri og stofnandi myntkaupa, hann búinn að vera mjög lengi í þessu Bitcoin-umhverfi. Ég þekki hann úr skákinni og hann var kominn mjög langt á veg með þessa hugmynd að setja á laggirnar miðlun á Íslandi til að miðla Bitcoin og var búinn að forrita allt systemið og allt þetta en vantaði það að fara í gegnum ferli á fjármálaeftirlitinu að fá skráninguna sem pappírsuna svona bara lagalegt ferli og hann var með allt know-howið sko í forritun og öllu því en vantaði þetta know-how og svo ertu tilbúin að kýla á þetta með okkur og verða bara hlutafi og þetta er dálítið stíft ferli og þetta tók enda að taka ykkur 11 mánuði og ég bara, þú veist, ég fyrst sem ég spurði það var bara, skilur, þú veist, þetta 2019 snemma árs og ég spurði hann einhver markaður fyrir Bitcoin? Ég hélt honestly, þú veist, jú, allir kannski hafa nú ekki vitað að það væri til þá áfram, sko, en ég hélt bara þegar þetta bólan sprakk hana 2018, ég hélt bara að það væri algjört game over, sko. Þú hefur nú sagt frá því í viðtölum að þú hlóst þegar þetta fjallan eða varst ég út á Spáni eða eitthvað? Jú, ég var á Kanarí. Ég kannski hló en þú veist, ég var bara, ég var að segja kona mína bara, mástu, þessi vinur minn og þessi vinur var að segja mér að kaupa Bitcoin, skilur, ég vissi þetta allan tíman, þetta var algjört djöfsrugl og hvernig gat fólk ekki sagt sér það sjálft, skilur, og Þú varst mjög skeptískur? Já, þú veist, ekkert bara skeptískur, dæmi gekk bara enga veginn upp en ég gaf mér engan tíma í að stúdera það því að mér fannst það einmitt vera það mikið rugl að ég var ekki einhvern að fara að sofa tímanum mínum í að stúdera það og þá var ég svo gáttaður oh my fuck Já, ég vil ekki segja neitt að vera að tala eða bara að leggast í kalli Þetta kemur að einhvernig Býtu nú við Nei, það gengur ekkert upp en djöðlið maður Ok, allt í lagi, skákinu aukaðri í þessu streymi, það er bara svoleiðis Já, en ok, Er markaður fyrir þetta, spurðið þú? Já, það sem ég var bara sláandi er að ég vissi að Patrik var mjög klár gæi og þú veist, augljóslega þetta væri jafn grunnt á þessu og ég hélt að þetta væri þá hvað er þetta? Agalegt það ekki nú bara teki biskum bara til að einhvern lina þjáningar mínar aðeins og þú veist, hér er spurningin þegar þess kemur upp í þessu streymi þú veist, er betra bara að gefa skákina oftast það bara köttu við streymi og byrja upp nýtt Já, ég finnst má eins og við sem að taka hann í hítaklefa sko að þetta það er eins og við sem að láta líka teflaði Karlsson svartur að tefla svo vel sko Nei, þetta var alveg hvar ger ég Ok, í basically það sem má ég koma með smá komment Já Sko mér fannst þú í raun og veru bara í upphafi stilla smá villist upp Já, það er Þú ert með biskup á, farðu bara alveg, viltu ekki bara gefa skák? Jó, það var Sko, ok Hann var með slatta stigum þessi, ég fæ bara -5, hann lítur að vera með eitthvað Já 16, já, ok Ok, en ef við förum þetta bara rennum, þú veist við erum konum með challenge frá Angry Fans strax Já, tökum það Já, ok, sko, ok Þú teflir þetta alltaf svona, eða ekki það? Nei Já, það er málið, ég veit ekki hvað ég var að gera þarna Ég ekki oftast getur í það en ég bara rugglaði mig pínu að hann var svo annur E4 Já, ok En E5C, en þetta var hrikalegt en þetta var, held ég, ágætis Þess ég ætla að segja var hérna til dæmis Hérna á biskup alltaf vera E2 af því að þú ert með P1, F5 og G6 og þú ert alltaf með biskup E2 Já En allavega, ekki bara taka það fyrsta áskorunarlegur Akkur er biskupin alltaf á E2? Já, þess í raun og veru ef ég má útskýra það ástæðan fyrir að leikur ekki biskup D3 er að það er ágætis tímabundin regla þegar andstæðingurinn fianchettor eða biskup hér þá er biskupin heima E2 en ef hann fianchettor ekki þá er hann á D3 Ok Vá, þetta ég tefli
bara nákvæmlega sömu stöðu alltaf, ég hafði ekki hugmynd. Svo ætla ég að kenna ykkur eitt annað sem trix í sem móti á Hollendingnum sem dálítið skemmtilegt. Og þegar sættuleikurinn rittar F6 og þá getum við bara að leikja hérna H4 og segjum bara að leikja hérna bara D6 eða eitthvað. Og þá er bara trix að leikja hérna H5 og svo bara ef hann drepur þá bara fórnar maður skiptamann. Þannig að, en við erum tilbúinir í... Ok, það var áskorun eða ekki? Það er áskorun á leiðinni. Mattías Björgvin, ef þú ert að fylgjast með þá máttu challenge hann. Þú ert reyndar að fara að fá 12 ára vél. Ok. Alvöru vél, sko. Alvöru vél, sko. Það er fínt. Þannig að það má endilega skora á okkur núna. Við erum með, hverju fleiri vorum að skora á hann? Það voru nokkur. Já, herri, við hérna... Mattías, skoraði á hann, Guðan að vennum, fljótur. Herru, hér er spurning, af hverju heitir þú ekki Kjartan Ragnarsson? Já. Það er spurning sem við... Já. Þetta er, ég held ég viti svara þessar allavega. Nema ég lifi ykkur í lígi, sko. En hvað, það er eitthvað áskorun á ekki að taka þeim? Jú. Já, ef við ekki skoraði á mótum líka bara að byrja aðra. Það er kannski... Hérna, það er komin einn. líka rosalegur, sko. Gjörðu svo vel. 2-1-15, hvað er í gangi hérna? Allt úlíkalast í byrju þetta hætti, sko. Jésús, herru, ok. Nei, en Ragnars er sem sagt... Herru, það eru stælar. Kjartan, þú lætur þetta er... Ég er hættur að hann megi, hann komist... Ég er ánægð með hennar hjá Svörtu, maður. Þetta er svona mesta disrespect. H5, ok, hann leysir ákveðlega úr þessu, sko. Ég held að hann hefði bara verið að stoppa H4 og H5 svo Já, ég var íbúin að tala það, já. En Leifur, hvað er með næsta spurning á Kjartan dag? Já, heyrðu, spurt mælum með að skoða fleiri, peninga heldur en bara Bitcoin. Eða fleiri coins. Eða fleiri coins, já. Fleiri rafmyntir. Já. Sko, ég held að það spilla aldrei fyrir að maður kynnir sér allt, sko. Og hérna, þú veist, ég veit að ég er eitthvað leiðilegur þegar ég er alltaf að segja að maður veit ekki fjárfestingar ráðgjöf er alltaf svona eitthvað varkár en maður verður bara að vera það, þetta er það nýtt og svona. En ég, hérna, ég get sagt að það sem svona er almennt ríkjandi í þessu er að í þessu rafmyntaumhverfi þá þykir almennt öruggast að byrja allavega í Bitcoin og kaupa bara lítið einu, lesa sér mikið til þetta og svona finna hvað maður finnst þetta svona áður maður fer í aðrar myntir af því það sem, hvað er ég að gera? Sko, við skulum, það er no shame að tapa fyrir þessum gæði, hvað er þetta? Ég þykist vita það, ég sé að hann er ég sé hann að búið stiga honum og hann er öflugur En þú ert bara all in Bitcoin, eða ekki? Nei, ég er ekki eingöngu en ég held ég sé eitthvað nálægt 90% af rafmyntaportfóljónu mínu er Bitcoin. En búin að kynna þér samt. Hvað er svona, ok, þú veist, ef þú nefnir bara til dæmis, hvað er svona helstu 3 coins rafmyntir talað Erum við þá að tala Ethereum og kannski Dogecoin eða eitthvað svoleiðis? Sleppum Doge. Er Doge ekki bara djók ef fyrst þú nefndir það? Nei, ok, kannski djók en það er mikið umræðis. Ég er að tala frekar. Það snar helkaðum daginn, náttúrulega. Já. En er einhver tækni á bak við Doge til að mynda? Veistu það? Já, það er í grunninn er þetta sko... Við maður sjá það. Já. Shit, maður. Sýnir þessi skákverða búbla, sko. Já. Herðu, ekki bara, maður sjá. Nei, maður verður nú að vera good sport og maður má ekki gefa skákina, maður verður að... Arnar Miðlutum segir, Leifur og Birkir eru svo fátakling við leiðin að mistu meðuðinni. Já. Nei, en þú veist, ok. Ef við berum saman... Ok, ég sé samt augljóslega, ég með gerðtapað hér, sko. Hvenær er orðið máleinlegt, hvenær, þú veist, ég get alveg telt skákina, sko, ef það er það sem svona good sportsmanship. En veistu hvað er að versta í þessu? Þú ert að tefla móti á social media manager. Það er svolítið svoleiðis. Þannig að hann er dálítið, hann er smá svona, nei, hann að reynda að sprikla, ég við ekki það. En er ekki aðeins svo skamur tími til að svara spurningum? Jú, þetta var bara illa gert að Benedikt. Já, þetta var óveið. En hérna, ekki að það er nú breytt miklu með niðurstöðu þessar skákar, sko, en
Ok, það konar nokkur spurningar, ég ætla að reyna að hann fyrirgefur mér það þá að ég kannski verð aðeins lengur að bregðast við því ég sé að nú ekki mikið sem ég get gert í þessari skák sko, en tæklum það aðeins lið fyrir lið. Byrjum á, ég ætla bara að svara fyrst af hverju heiti ég Kjartan Annars son, Ragnars ættarnafn. Ég heiti Kjartan Annars, pabbi minn heiti Kjartan Annars og afi minn heiti Kjartan Annars og enginn af þeim Ragnarsson. Nema reyndar afi var jú Ragnarsson en hann enga síður heiti Kjartan Annars. Þannig að þetta mjög algengur misklingur sem ég skil mjög vel en verður dálítið fyndinn. Ég ætla aðeins að prófa spriklaðina, bara örlítið. Við elskum gott sprikl, við Leifur sko. En þetta gengur samt held ég ekki. En þetta eina sem áttir. Nei. En maður allavega reynir. Ok, þannig þá erum maður búin að svara fyrsta. Og var ekki næsta bara myndi ég skoða önnur coins eða ekki? Já, og svo að bera saman Dogecoin, veist. Ég meina klárlega, auðvitað bara gott og blessað að skoða ok ég held mér ekki að meina lausu að Jú, algjörlega. Ég held það, við viljum Getur líka bara tekið smá pásu til þess að þið eru að fannast upp hérna. Einmitt, ok, tökum aðeins, þetta var augljóslega öflugur skákmaður. Ok, já, það sakar aldrei að kynna sér neitt en svo maður bara að meta það hvað ákvörðum maður að taka þegar maður er að fjárfesta. Með Dogecoin munurinn þar á með að tökum til dæmi Bitcoin, þar sem Bitcoin náttúrulega Býta aðeins Matthías, þú ert klár bara. Er aðalega að eitt svona helsta sem Bitcoin byggir á og þykir hvað mest heillandi við það er þetta scarcity element, það er að segja að það er takmarkað til að því, ekki bara takmarkað til, heldur það er fyrirfram ákveðið hvað er til að því, það er 21 miljón, það er sett á fixed supply með þá ef við tökum gull sem er þá meira svona líkt við limited supply, það er að segja með Dogecoin og margar aðrar rafmyntir Dogecoin ef ég man það rétt það eru hvað var það 10.000 held ég Dogecoin í hverju blokk sem er mænað á minni með mínútu fresti eða eitthvað álíka. Það kann að vera að sé ekki alveg það er mjög öll að fletta þessu upp bara CoinMarketCap eða CoinGecko og eitthvað slíkt þar sér maður ef maður er að, eða fyrst sem ég myndi gera ef maður er að pæla í öðrum myndum fara á síður eins og CoinGecko eða CoinMarketCap og skoða það sem að kalla tokenomics, þar að segja hvernig er forritið byggt upp, þú veist, sem dæmi hvað er max supplyið, skilurðu, er það fixed eða er það hérna eins og til dæmis í Ethereum sem er ekki fixed supply, það er bara, það verður til cirka 10 miljónir Ethereum á ári, bara forever, byggir þetta á proof of work eða proof of stake, þetta er svona, já, myndi ég segja, maður vill vita þetta ef maður er að fara að setja peningi sinni í þetta, hvernig er rafmyndin byggð upp, þú veist. Margar svona fyrstu kynslóðar rafmyndir, þú veist, eins og Bitcoin er fyrsta sko, cryptocurrencyð. Það sem við rafmyndar hugtakið dálítið villandi af því að sko, þú veist, rétta heitið er dulkóðuð rafmynd, það er cryptocurrency, rafmynd, maður tengir það meira bara sem digital currency sem þú veist, á ræti svona rekja allt til sko 9. áratugarins, þú veist, en Bitcoin verður þessi bylting á fyrsta cryptocurrencyð, fyrsta dulkóða rafmyndin sem byggir á ómistýrri bálkakeðju og í rauninni eina tæknilausnin sem Bitcoin kom með var bara þetta að þetta er í fyrsta skipti í sögu internetsins þar sem sú tækni verður til að þú getur fært fyrirbæri X í tilviki Bitcoin frá A til B sem í tilviki Bitcoin er þá adressunar þar sem þú ert ekki að færa afrit, þú ert ekki að færa copy skilur sem allt internetið bara byggist á þú sendir tölvupóst eitthvað, ég sendi tölvupóst, þú veist tölvupóstinn en ég er ekki að senda þér og veita þér fullnaðar yfir á umræða tölvupóst, ég er bara að senda þér afrit, ég er ekki að senda á miljón mann skilur þú veist, þetta er og menn voru hreinlega ekkert vissum að þetta væri þetta kallað double spend issue hérna í svona technical terms, menn voru ekkert vissum er yfir höfuð hægt að leysa þetta á internetinu og Bitcoin er fyrsta skipti sem þetta tekst og hérna já, þannig að þú veist, það er bara því að rafmynd þetta er svona, að því margir hugsaður er þetta ekki hvort er allt rafmyndir, stafrænar krónu heim okkur, er þetta ekki, hver er byltingin í þessu, en það er mikilvægt að fólk skilji þetta, þetta er ekki, þú ert að, þess vegna þessu líkt við stafrænt gull, þú ert að senda literally fyrirbæri frá A til B, þannig að gæðin sem tekur á móti því, hann veit bara, ég fekk þetta Bitcoin, engin annar fekk það og sá sem sendi mér það, eða nokkur annar getur eitthvað
ruglað í því skilur. Þetta er það sem, já. Ef ég gríp þennan bolta á loftið því þú talum það, bara því að ég held að margir sem hugsa út í það, er eitthvað sem fólk sko, þegar fólk vil versla Bitcoin, og þá er eitthvað sem fólk þarf að vara sérstaklega, geta það bara, ef það þarf að segja, er einhverja vefsíður eða eitthvað slíkt að það maður að passa sig ekstra mikið eða er þetta orðið dálítið legit eða fattar hvað það við? Algjörlega og þetta er bara mjög góð að fjallum þetta. Ég vil skjóta inn í árin svara, ef ekki hafa allir sem skora á, ef ekki beða að skora á í 5-5 elementi, ekki 3-0 eða eitthvað, bara 5-5 þá svona getur maður spjallað og telt. En að því að tala um þetta, hvað þarf maður að varast, þú veist, augljóslega get ég ekkert lengt í að augljóslega er maður náttúrulega hrifnastur af því, þú veist, þegar maður með íslenska miðluna og ég meina við erum með 3 íslenska miðlanir að sem allar skráningarskyldur undir fjármálaeftirlitinu að maður svona, það er ákveðnir kostur og öryggi því en klárlega fullt af legit aðilum út í heimi og krypto og bitcoin og þessar kryptomiðlanir, ég meina Coinbase, Crypto.com, Bitstamp, þetta er alltaf verða, þetta er alltaf krakken, þetta er alltaf færast í þá átt að verða meira og meira legit, meira og meira regulated en það eina sem kannski ég sé að fólk ég myndi segja að ég ætti að nefna svona 3 helstu hluti. Já. Ok, fyrir að fyrsta verður þú að kaupa Bitcoin, þú ert að kaupa Bitcoin, þú ert ekki að kaupa fjármálagerning, einhverja afleið eitthvað annað, þú ert lítilega að kaupa Bitcoin. Ég hef hitt marga sem eru búin að downloada einhverjum appum og segja, er ekki örugglega með Bitcoin og bara nei, þú ert bara með Bitcoin afleiðu og þú ert að borga gjöld allan sólarhringinn af þessu. Ok, þetta er svona númer 1. Annað, ef maður ber saman þóknanir hjá erlendum miðlum versus þeim íslensku, þá er erlendum miðlum með talsvert lægri þóknanir. Ef ég tek mína sem dæmi, myndgöp, það er 2,25% þóknun. Að þá spyr fólk eða af hverju í veröldina bara verslaði ekki beint í Coinbase frekar en að verslaði myndgöp og vera með eitthvað millilið og en það er saman sem allar þessar íslensku miðlanir bjóða er miklu greiðara og skilvirkara aðgengi þar sem þú getur bara lagt inn pening og keypt beint Bitcoin á bara literally sama hvaða dag vikunar, yfirleitt flestar innborganir bara græjaðar á sko innan við korteri, skilurðu, að þá er fólk að gera upp í sig. Hversu miklu máli skiptir tími minn að komast inn á markaðinn og flestir sem sérstaklega sem er lengi í þessu, þeir eru bara, ef ég er með 100 skall, 500 skall, whatever, ég vil komast bara svona inn. Ég er frekar til að borga 2,25% ef ég get verið komið með þetta helgi bara innan við korteri. Heldur en að bíða til 9:30 næsta virka dag, af því að ef menn ætla svo að fara fljótuleiðina og nota kreditkortin sem vissulega gefa mjög hratt aðgengi, þá hvetur fólk alveg eindregið til að fylgjast vel með þóknunum því að þú ert mjög heppinn að þú kemst undir 5% þóknun með kreditkort. Þannig að maður getur klárlega valið bankamillversluna og fengið lægri þóknun en lengri tími. Og reyndar svo fattar fólk ekki sérstaklega með smærri fjárhæðir að SEPA-greiðslur og annað kostar yfirleitt kringum $10 sem þá strax voru eitthvað 1,3% þóknun eða eitthvað. Og svo kemur dálítið inn á þetta hérna segir getur keypt Bitcoin gegnum eToro, en þá Ég ger það, en mér skilst út frá því sem ég lesi mig til að það sé afleiða. Það er ekki... Já, ég þekkir reyndar, ég verð ekki að ég hef aldrei verslað á eToro, ég veit að það var þannig áður hjá þeim, en mér skilst reyndar núna getur þú keypt de facto Bitcoin, en ég verð að viðurkenna, ég veit það ekki, en ég veit bara eitt að sem dæmi þeir auglýsa þetta ekki 0,0% þóknun. Ég veit að slíkur auglýsingaþáttur myndi ekki ganga upp á Íslandi, hann væri ekki löglegur, af því að það eru 2 leiðir sem getur farið, þeir eru að taka þóknun. Þú getur valið að taka það sem kallast eins og eToro gerir, að nota spread, myndgöp notar það líka, þá sem sagt kaupir þú og þú borgar ekki eitthvað sem er sundulega sem þóknun, heldur borgar þú bara á hærra gengi, ég held að eToro sé 0,75 versus á myndgöp 2,25, að þá er bara þessi munur á genginu sem þú kaupir, á meðan ef þú ert að kaupa á kaupill eins og Coinbase, það kaupir bara á markaðsgenginu, svo er sundulega þetta greiddur í þóknun. En það er að sama, þetta er issueið eða það sem fólk sér við þessar íslensku miðlanir að vandinn sem þær leysa fyrir þá sem eru, náttúrulega þeir sem eru nýr í þetta finnst bara þægilegt að versla við eitthvað sem er íslenskt, það er traust og einfalt og örugt, en þeir sem eru búin að lengi í þessu, þeir sjá að þeir þekkja bara að það getur verið mikið vesen að koma íslenskum krónum, breyta í evrum og setja það á kaupill, það tekur yfirleitt, ef þú ætlar að fá góða þóknun, þá tekur það yfirleitt 1 til 3 virka daga.
á meðan kreditkortin er himinn á gjöld, þannig að það er og það er alveg sami ítúlega hvað það er sko, það er yfirleitt þetta vesen en komið eins og með Bitcoin í hendunar og það sér maður sem er einkennir fólk sem búið lengi í kryptónu og það hangir ekki með Bitcoin á íslensku miðlum heldur skutlar hýða beint á okkur aðra kaupallir af því að þá ertu svona komin in the space ef maður hérna segir. Leifur, ertu með aðra spurninga meðan að það má klárlega með endilega heldur áskorunum. Já, endilega 5-5. Ég held að Kjarri, það er komið blóð á tennurnar á hann, ég veit það núna sko. Mattías, þú mátt skora núna í 5 og 5, eða ekki? 5 og 5. Jó. Helst. Það voru fleiri sem voru að skora á hann þetta, en þarna við tökum bara næstu sem kemur, 5-5, við bara segjum accept. Það er bara svoleiðis. Jafnvel þú að HSG sé að horfa, sko. Það verður þetta alveg. Já, það er stórt að fá HSG. Það var hérna komið tíma á að maður verði almennilega grillaður hérna. Já. Hefur einhvern tímann tekið Hjörvar? Nei, aldrei. Náði? Nei. Nei? Herru, það er komið. Vel gert, Mattías. Út að tefla um vél núna. Hvað rosalegu stiga kongar er þetta hérna? Þetta er nemandi minn, sko. Og það er þetta í því. Mér langar að skjóta einni spurningu inn frá mér bara persónulega. Já, Leifur, þú mátt bara bomba núna á okkar. Einn af þessum kostum við Bitcoin, meðal annars, er að hann er ekki miðstýrður. Og núna er eins og dollarinn hérna og bara koronaveirinn hefur áhrif á viðskipti við alls staðar og kannski sett smá strik í reikningin hjá mörgum fyrirtækjum og rekstri. Þannig að Seðlabankinn í Bandaríkjunum brást við með því að prenta helling af nýjum peningum eins og hérna M1 og M2 hlutfallið hefur bara snaraukist síðastliðna árið og margir vilja meina að við séum að stefna inn í þetta er allavega nýjir tímar, þetta hefur aldrei verið gert áður, prenta svona mikið af peningum í einu og það eru margir að tala um það kannski price to earnings ratio hjá fyrirtækjum og hlutabréfamarkaði hefur sjaldan verið hærra. Ef að hlutabréfamarkaðurinn tekur dýfu hvernig hefur sagan sýnt sig með það, myndi Bitcoin þá hækka eða lækka? Er eitthvað samhengi á milli S&P 500 og gengi Bitcoin? Sko, það er alveg morgunljóst að gegnum svona mest af sögunni, sérstaklega svona frá 2016 þá hefur verið heilmikið correlation eða fylgni við S&P 500 en sérstaklega við gull reyndar. Já. Þannig að hefði verið mjög auðvelt að svara þessu hérna fyrir, eða þú spurt með þessu fyrir, skulum segja, hálfu ári síðan, þá hefði ég getað sagt alveg afdráttarlaust já, það er heilmikil fylgni. Það sem hins vegar virðist hafa gerst svona upp úr, myndi ég segja, október í fyrra, að þetta er það, hér erum við með gammal tíma, ég hef gert það bara stöðum, það bara hægt að sniður. Sko, það var heilmikil fylgni, sérstaklega gulli, ég held að það verið 60% correlation eða 60% fylgni og svo var eitthvað aðeins minna af S&P 500 en þetta var basically þannig. Var það neikvæð fylgni þá við S&P 500? Nei, bara hérna, við getum orðað þannig að ég fylgist alltaf með S&P 500 og gulli og fleiri náttúrulega rafmyndum öðru og þetta var þannig að ég gæti séð bara ef segjum bara S&P 500 og Nasdaq eða eitthvað var upp segjum bara 1,5% eða eitthvað og hérna gull var upp 1% eða eitthvað, þá gæti ég nánast gefið mér að Bitcoin var upp. Það var eitthvað mjög skrítið ef það var ekki upp. Það var svona 9 okkur 10 skiptum ef þetta var svona samaskapið eða var -1,5% og -1%, þá var nánast 80% líkur eða whatever að hérna, Bitcoin væri niður. Svo bara gerist það svona í október að Bitcoin byrja bara að virðist vera að skrifa sína eigin sögu þar sem að verið slíta sig frá þessari ég man það var alltaf haldið fram þegar Bitcoin var að berjast við svokallega $12,000 múrinn. Fyndi að þetta var ekki langt síðan, ég man því að manni fannst 12,000 alveg svakalig tala sko. Og þá var margir að segja bara fyrir núnsan brýtur hérna $2,000 múrinn, þá er Bitcoin aldrei að fara yfir 12,000 og eitthvað og hérna, og únsan var alltaf að ströggla við. Únsan af gulli. Já, únsan af gulli var alltaf að ströggla við hérna 2,000. Svo bara þetta þannig í únsan 1990, Bitcoin reyna við 12,000 og svo droppar únsan eitthvað og Bitcoin hrýnur alveg niður 9,800 og þá var mann eitthvað ok, nú byrja við. Svo gerist það bara og vissulega hjálpaði að MicroStrategy var búin að setja pening í þetta og eitthvað svoleiðis síðan að fyrirtækjast Michael Saylor og fleiri hlutir en
Bitcoin byrja bara að keyra og það engin svona erfitt að festa fingur á nákvæmlega hvað það var. Þú veist, jú, financial institutions, fyrirtæki að kaupa og svona, en það sem að gerast í öllu þessu búlrunni, núna frá, í október erum við í, þú veist, eitthvað 12.000 eða eitthvað, núna í 54.000, þú veist, UNSAN búin að vera í hafinu, þú veist, hún í 1700 eða eitthvað, skilurðu, og þá margir sem halda því fram og líklega réttilega að það sé verið að þetta var hræðilegur, demonetize gull eða sem sagt, það eru einhverjir að þeir 90% af gulli í eigu ríki og seðlabanka og þeir eru ekki að selja gulli til að fara í Bitcoin en svona retailin mögulega, ég vil ekki fullir eitthvað fyrirvaralaust en það lítur út að retailin sé dálítið að og svona hefðbundnir fjárfestar virðist vera að selja eitthvað úr gulli og færa sig yfir í Bitcoin. Þannig að með correlationið, þú veist, ef það hrun, það bara ómögulegt að segja, en það sem geta alveg sagt að argumenti með Bitcoin og svo sem gulli líka, þetta á að vera hedge, þetta á að vera sá eignarflokkur sem þú vilt einmitt eiga við slíkar aðstæður, en ég meina samt sjáu það þegar allir með þessu COVID-bylgjan, fyrsta bylgjan í mars 2020, Bitcoin tók líka svakalega dýfið þar, en var vissulega fljótt að jafna úr súrinn en vissu líka aðri markaðir. Á þetta að vera hedge fyrir þessu hefðbundna peningakerfi sem við búum í? Það eitt af... Er það ekki það sem kosturinn við? Það eitt af argumentunum við... Jú, það eitt af argumentunum við Bitcoin og við gull náttúrulega. Þú veist, hingað til höfuð aldrei verið bara með svona eiginlega gull sem eitthvað svona hedge ef allt verið til fjandans, skilur, og svona hugsun bara ef við förum, þú veist, aftur í aldir, skilur, að bara, heyrðu, að það brýst úr stríð og allt verið til fjandans. Þá á ég Já. Hvað að gera? En þá á ég gulli og get bara labbað í landamærin og byrja nýtt líf, sko. En þú veist, það væri mjög óvarkart af mér að segja að bara já, 100% þetta mun standa af sér og blómstra, sko. Nei, ég að segja að það er konseptið. Já, konseptið, algjörlega, 100%. Ég ekki að segja að verði það. Einmitt, 100% konseptið og en líka eins og með gull og svona hedge asset-class er að þegar vel gengur á markaði, þá almennt gengur, erum við Þetta getur ekki verið í lagi. Nei, ok, herru, já, ég sé, ég líta mig að eiginlega bara... Sko... Þetta agalegt. Þetta samt, sko, hann á ekki neitt. Eða þú veist, þetta bara, en þetta, Já. Má ég sjá. Ef það einhver Magnús Carlsen ekki horfa á, þá má hann endilega skora á Kjarra. Já, það enda fínt að fá Carlsen. Já. Ég held að, Leifur, ertu með aðra spurning á Kjarra? Já, sko, svo þetta varandi Bitcoin sem greiðslumiðil. Það var svolítið í umræðinu sérstaklega til að byrja með. Hvort þetta væri, ég man þegar fyrsti hraðbankinn á Íslandi, Bitcoin hraðbankinn, sjálfsalinn. Ekki orðið máleinlegt að resigna Jú, ég held það. Það væri ónefnilega fínt að fá eitthvað svona í kringum bara kringum 1600 væri fínt. Kæru áhorfendur kringum 1600 stig, endilega skora 1600 undir, skoraði á okkur. En auðvitað með allir þella, ég má alveg tapa, sko. En já, en þú ert bara einstaklega óum með anstæðinga, ég ætla bara að nefna því. Já, 1885 aftur. Já, sami maður. Nei, og hann vil minn, Mattias, fara að sofa. Ok. Já, það rétt. Spurning hvort þú takir ekki bara eina... Já, taktu bara eina við þurfum að ná sjálfsýttinu. Já. En það eina sem svona þægilega við að taka mótið svona góðum, sko, er að þá maður alveg með svona solid afsökun, sko. Ok, núna erum við í öllum þennan. Hann leikur D3. Það nokkað bull. Þetta fólk voru að reyna að pakka saman fyrstu leikirna. Já, þetta En jú, það rétt. Það verið að... Fjandinn hafi, ég held þessi sem bara horfa á stríðið, sko. Ég held að hann eitthvað svona grínast, sko, þessi. En það verið að það rétt, það verið að gagnrýna Bitcoin mikið fyrir þetta. Það sagt, ok, hvernig getið þið kallað eitthvað pening,
sem ekki greiðslumiðl, ekki medium of exchange. Það peningur samanstendur á 3 þáttum, þú veist, það að vera store of value eða geima verðmæti, það að miðla verðmætum eða vera greiðslumiðl eða medium of exchange og svo loks að vera mælikvarða verðmæti eða það sem kallar einsku unit of account. En það eins og alveg ljóst þegar maður rýnir í peningasöguna að þú getur alveg verið peningur þótt þú hafi verið aðeins store of value-ið og það gull enn pening, gull ekki gjaldmiðill, sérstaklega ekki ef við bara hefðbundna skilgreiningu íslenska laga eða legal tender hugtakið, en ég meina gull búið að vera peningur og í rauninni eini, má segja, gull og silfur, eini peningur sem hefur staðist tímans tönn í meira en 5.000 ár, af því að gull hefur ekki verðmæti af því að það eitthvað brúklegt í eitthvað, það áætlað cirka 6-10% af því hvað 9.000 miljardar dollara markaðsvirði gulls felist í notagildis eða innagildis, hitt bara verðmæti gulls sem peningur. Má ég grípa þennan bolt á lofti því að ég veit, það náttúrulega ekki allir slæmur og við Leifur búin að hlusta öll viðtöl við þig aftur og bak. Þegar þú nefnir að þegar þú var spurður að því hver munurinn á gulli og bitcoin og þá nefna allir sama punktið ekki. Jú, alltaf. Það eru skartgripir, þú getur notað skartgripi og svo framvegis í gull sem þú getur ekki notað í bitcoin. Og hver þín rök fyrir því að það sé ekki hægt að bera saman gull og bitcoin út af því að sé notagildi í gulli? Já, basically bara aftur að þú veist, maður fær bara lærdóminn að skoða söguna. Þú veist að það hafa margir peningar verið reyndir, mjög margir og engin staðist tímastönd nema gull og silfur og það sem einmitt hefur einkennt á peninga sem hafa haft ríkt notagildi í sjálfum sér. Salt hefur verið notað, nautgripi verið notað, sígarettur ekki bara í fangelsum heldur til dæmis eftir óðaverðbólgunni í Þýskalandi í Weimar Republic á millistríðsárunum þá notuðu sígarettur í skamman tíma og það var oft sagt að það endið á að go up in smoke eventually sko. Af því að einmitt, þú vilt almennt með commodities, þú vilt nota þetta, skilurðu, á meðan peningur, þess vegna þú veist að fiat peningar sem búum við, svona heilt yfir, þráttur að ég auðvitað trúi því að það búið mjög verulegum annmörkum, en peningurinn virka vel, einmitt af því að hann hefur ekkert notagildi annað en það, hann fullkomið verkfæri til að gegna þessum 3 þáttum, nema vísu fiat peningar eru mjög lélegt store of value, en þeir eru brilljant skilvirkir greiðslumiðlar og þeir eru alveg brilljantli góði til að mæla verðmæti og allt bókald sem við þekkjum núna en með gullið mitt, 100% ef gullið ekki þetta notagildi og þetta notagildi, sérstaklega núna sem notað í ýmiss konar tölvutækni og annað og vanlega áður fyrir notaði tennur og svona, mér skilst nú að það sé eila búið þegar gull var að þróa sem peningur menn voru ekki að sjá þetta notagildi, skartgripur og annað, það sama út verið með, það ekki beint notagildi skilningi sem almennt hefur að tala gull væri 100% betri peningur ef það hefði ekki þetta notagildi 100%. En Gylfi, nú segir þú, þú segir peningur ekki gott store of value, þú segir það, en ertu þá að segja að, ef við tökum bara Íslensk krónu sem dæmi, að það ekki gott store of value ef eitthvað fellur 3-4% ári? Já, hér kemur það fárál áverðum úti. Og það sem Gylfi nefndi, í viðtalinu, hann sagði, býtu okkur segir þessi slæm store of value ef við kannski tala 1,5-2%, skilur við? Algjörlega, og ég fyrir að fyrst einmitt segja að það allavega að sjálfsögðu ekki af gott store of value eitthvað sem eykst verði, en ok. Þetta eitthvað, við erum líklega komin að eitthvað því sem ég finnst hvað áhugaverðast í bara svona makroekonómsku skilningi að ég held ég mætti kalla mig svona áhuga hagfræðing, ég verður að lesa allavega meira núna hagfræði heldur en ég hefur lögfræði svona síðasta 1,5 árið eða svo. Þú veist, fyrir almenna leikmenn, bara eins og mig bara og okkur, að þú veist að þá lærum við það að við erum með einhver mælitæki, þú veist, til að mæla verðbólgu og við miðum við þessa neysluvísitölu. Svo verðum að rýna hvað þessi neysluvísitala og þá séu það einhver kaka sem x mikið fer í matarinnkaup og x mikið fer í bensín og eldsneyti og x mikið fer í fasteign og svo kolli og þetta þá svona hinn dæmigera neysla hins dæmigera Íslendings. Og þessi kaka hækkaði 2% milli ára og ergo verðbólgan var 2% og ef þú náðir þá 2% ávöxtun á 2% nafnávöxtun þá náður að verja kaupmáttinn fullkomlega og það var engin H4, á ég kýla það? Sko, ég gerir bara svona. En ok,
þá kemur hitt og mér finnst það einmitt fyndið af því að ég var náttúrulega ekkert að challengea þessi hugtök eða þessar kenningar ekki frekar en að þetta hljómar allt mjög rökrétt og þetta sannarlega, þú veist, það enginn sem deilir ég meina nú held ég að verðbólga var eitthvað 3,1% 2020 sem Seðlabanki Íslands og það enginn sem deilir að þessar tölur eru réttar miðað við þær forsendur sem maður reiknar út frá. Hvað mjólkin kostar og svona við. Einmitt, en þá kom á hinn og mér finnst það einmitt svona mjög kaldanslegt að ég á einmitt verðtryggða bankabók sem ég á okkur smá spariféð á, sem ég stofnaði fyrir rúmlega 2 árum. Ég hefði ekki gert það ef ég kynst Bitcoin og þessum pælingum. Ég ætla bara að segja, hvenær sættir þú í það? Og ég reyndi actually að sko fá einn af félögum mínu sem á Bitcoin til að kaupa hana af mér fyrir hálfvirði að hann myndi greiða Bitcoin og hann var ekki tilbúinn til þess. Máttu ekki losa hana núna samkvæmt nýju lögum? Það ekki algilt. Okay. Það ég var einmitt að vinna í bankanum í sumar og þetta var mjög umdeilt málefni. Já, og ok, þá kemur þessi spurning, gengur þetta upp að þú getur bara tekið nafnávöxtun, dregið verðbólgu frá henni og þú færð út raunávöxtun? Þetta bara þessi grundvalhugtök sem okkur kennt, sko. Já. Ég veit allavega 100% að fólk sem á peninga og skilur peningakerfið, það lítur ekki svo á. Það ekki að reyna að verja kaupmátt fjármagnsins gagnvart neysluvísitölunni. Það hugsaðar, heyrðu, hvað eru þeir eignaflokkar í samfélaginu sem ég virkilega ásælist eða að miða því að hafa góðan kaupmátt gagnvart. Já. Hvernig eru þeir að hækka árlega? Og þá er ég að tala meira um flokka eins og fasteignir sérstaklega, en ekki eingöngu. Verðbréf, gull, augljóslega, Bitcoin núna. Já. Í rauninni alla eignaflokkar sem eru skars, það að segja að þú veist sem takmarkað til af og þú sér að þetta ekki að hækka einhver 3% ára, þetta að hækka miklu meira og þá spyrir þið hvað verið að auka mikið peningamagn í umferð árlega, ef við tökum Bandaríkin í fyrra, M1 og M2, 15% aukning í M1, 27% aukning í M2 og svona, mér skilst að Bandaríkjamenn noti almennt meira M2, þannig að basically 27% aukning á money supply-inu. Já. Og svo sérðu hvað hlutafjármarkaður að hækka mikið, hvað fasteignaverð að hækka mikið, þú veist, og þá rímar þetta betur þessar tölur og þá koma gæjar sem setja mikið pening í Bitcoin, heyrðu, þetta sá kaupmáttur sem ég vil verja og ég ekki að kaupa of sérstaklega í Bandaríkjunum, það segir að verðbólga sé undir 1% eða eitthvað. Þannig að já, því við vorum bara að tala um þeir sem eru hrifnir af þessu store value concepti að jú, ok, já alveg ok, þannig að krónan heldur vissulega og ég get ekki neita því, hún heldur verðgildið sínu alveg vel gagnvart mér sem neytanda en gagnvart mér sem vill eignast eitthvað annað, vera eitthvað annað en bara neytandi, þá heldur hún kaupmættinum mjög illa og miklu verð heldur en einhver 3-4% ári. Þú horfir í það að þetta líka ekki gott ef þú horfir til ávöxtunar og svo framvegis. Já, einmitt. Þá kemur við spurning, hvaða síður er best til að nota til að kaupa rafmyntir? Já, ég náttúrulega ekki... Þetta er bara spurning í það. Ég, þú veist, einu sem ég geti sagt þetta er að þeir sem hafa verið að nota íslenska miðlarnir hafa bara verið mjög sáttir og ég augljóslega ekki óhlutdrægur af því að ég er náttúrulega stjórnarmaður og hluta í myntkaupum en við erum með núna meira en 3.700 viðstöðinni og fólk bara mjög ánægt og þannig að, en eins og ég sagði áðan, þú veist, klárlega ef tími, ef þú ert búin að bíða lengi eða þú veist, lengur, að minnsta kosti að því að kryptó er 24/7 markaður, þannig að þátti hver klukkutími skiptir máli, þá getur þú klárlega fengið lægri þóknanir. En bara örstutt 30 sek, af því við ætlum ekki að eyða miklu tími í myntkaup í kvöld, bara einmitt þessi spurning, kannski búin að svara henni í kvöld og varst kannski aðeins komin inn á það núna, af hverju fer ekki frekar bara á netið og kaupa þetta sjálfur heldur en að fara inn á einhver íslenska síðu og borga meiri þóknun. Hvað það, af hverju virka myntkaup? Skilvirkni, það er bara stysta svarið. Það bara, það skiptir fólk það og fyrir að fyrsta líka, þú veist náttúrulega þeir sem að kaupa á kreditkortum eins og margir að gera, það bara blóðugar þóknanir sem fólk að greiða og oft sérstaklega fyrir smærri fjárhæðir
Ég tala ekki fólk sem að kaupa kannski fyrir undir 100 skall sko, þú veist, þá er það að borga bara $10 á SEPA-færsluna eða hvað 900 krónur, svo sem að síðan með $10, þá ertu strax komin í bara 2% bara við það að færa fjármagn á milli sko. En þú veist, líka í þessu umhverfi, þessu crypto-space, þá það, held ég að sé nú allir samhverja. Nei, ég veit ekki, þessi Juicy Ritter er það þátt. Já, en hann fær að vera bara Juicy en ég held að ég sé alveg góður. Leifur, við verðum að ná að klára spurningar sem verðum á Kjartan, hvað með fleiri á hann? Já. Við verðum alltaf að klára það sem hlustendur voru konum með. En alltaf að klára þetta. Ég ætla bara að klára að, þú veist, þóknanir munu trenda niður. Þú veist, það held ég alveg, þú veist, allir sem eru sammála það, sko. Það munu lækka eftir því sem bara spacey verður meira, þú veist, ekki lengur alveg af nýtt og annað. Nei, byrjum við. Þetta skásta staðan sem við verum einhvern. Já, en já, endilega, dundrið fleiri spurningar. Já, fleiri spurningar. Næsta spurning kemur hjá Diggum aðdáanda, hér þetta vona, Birkir Karli Sigurðssyni. Já, ágætt aðdáandi. Hann spyr, á hvaða tímapunkti varstu sannfærður ágæti Bitcoin? Nei, þetta var Gunnar Áki sem spyr þessu. Já, hún var komin, herri. Hversu hátt þyrfti Bitcoin að fara til þess að þú myndir selja? Þetta er spurning frá mér og þetta er bara raunverulega spurninga því að ég þekki líka framkvæmdastjóra Myntgaup ágætlega, Patrik Maron, vorum heimsmeistarar saman í skák og ég spyr hann ofta þessu og hann er dálítið svipað, hann segir eiginlega bara aldrei og þess vegna ákveði að spyrja þau líka. Einmitt. Er engin tala ef þú ert bara 100% hreinskilinn? Já. Eða langaði bara ekki að sjá íslenskar krónur? Viltu bara sjá Bitcoin? Það dálítið mikið þannig hjá mér, en af því að ég vil aldrei vera hypokritikal eða eitthvað, að þá get ég alltaf sagt að auðvitað er auðvelt að segja einhverja hluti núna, en svo þegar maður er komin í þær aðstæður, þú veist, að þá er eitt að segja eitthvað núna og svo annað að segja í aðstæðunum. En ég veit alltaf, ef ég tekur sem dæmi Patrik, hann hefur alltaf efni á því að segja að hann hefur verið að kaupa Bitcoin sem var í $3.000 og hann er bara núll á því að selja, hann hefur myndið að kaupa núna reglulega. Herru, ég er með fína stöðu hérna. En þú ert alveg að falla tíma? Og ég er alveg að falla tíma. Sko fín staða, já. Hún er ekki töpuð. Eða hvað? Er hún töpuð? Nei, en jú, núna! Hvað er að gera? Drottningar! Oh my Jesus. Herru, þetta er erfitt. Ég var ekkert að segja. Ég held að það væri ekki svona erfitt. En ok, shit. En þetta var líka erfið spurning. Já. Þetta var erfið staða, lítill tími og erfið spurning. Þetta var bara svo verið getur betur hraðspurningum og að tefla. Herru, þú fær challenge á 1249. Er þetta 5-5 eða? Þetta er 5-0, 1249. Það er örgulega, ok. Jonni Nonni. En þú veist, stuttasvarið það er ekkert exit price sem ég hef í Bitcoin. Auðvitað ef bara aðstæða verður þannig hjá mér að ég þarf að standa í mínar fjárskuldbindingar og verða að losa Bitcoin, skilur, þá mun ég gera það ef nauðsyn grefur, eins ef En ég er að tala með aðstæða myndi bara haldast óbreyttar, ég er bara að spyrja tölu. Nei, það er ekkert. En svo eru náttúrulega bara tímanafálega ljóskortið standi við það, skilur. Þú vaknar á morgun, $1 million. Mitt, þú veist, það er voru auðvelt að segja bara núna, skilur, en jú, klárlega, það er mitt fundamental belief að sem sagt, basically, að, þú veist, jú, ok, mig langar á einhverju tímabúti tala um með eignast fleiri börn og okkar, þú veist, eignast þeirra hús og eitthvað annað, skilur, og þá er maður tilbúin að breyta Bitcoin í önnu verðmæti, en basically að breyta Bitcoin bara í annan pening, þú veist, það finnst mér. Þú þarf hvað sem er að gera eitthvað annað við þann pening, skilur. Já, einmitt. Þannig að sko, þú veist, ég trúi því og hef þá bara rangt fyrir mér ef það er rangt, þú veist, ég trúi því að Bitcoin sé superior money, superior store value og mér sýnist Bitcoin spegla alveg einstaklega vel við þau svona helst ára að tala um þessi 5 grundvallar skilyrði sem peningur þarf að búa yfir til að ganga upp sem peningur. Mér finnst það spegla alveg einstaklega vel við Bitcoin og ég er sannfærður að það sé ekki galli eða annmarki á Bitcoin að þetta sé óskilvirkur greiðslueyrir.
eða óskilvirkur eða bara ónotæfur unit of account mælikvarða verðmæti en hérna tími að fá leiða til ljós. Já, svona svolítið út frá því hérna, og þetta er mjög opin spurning og það ég veit hvort þetta svarar almennilega en hérna heldur að Bitcoin geti náð hvað heldur að geti náð miklum stöðuleika af því að heldur á einhverjum tímapunkti myndi maður geta vaknað og bara ekki búið sér 10% mun og annars að blikka auga á genginu. Verður það raunhæft krafa myndur þú segja? Það sem allavega ef við tölum hver staðreyndin í málinu þá var allavega volatility eða hérna svona stöðuleikin og óstöðuleikin flöktið það hefur trendað niður alveg svakalega þessi 12 ára sögu, ég meina nú segjum að Bitcoin lækki 10% á morgun það er stór dagur, það er alveg significant dagur. Það er rétt. Fyrir 5-6 árum 20% var bara 20% í dag, 20% skilur þannig að volatility að trenda niður. En hvort það við að vera ruglaðari að halda að þetta sé bara að okkur finnst bara mér finnst núna, ég aðeins í Bitcoin 2-3% dagsmunur, mér finnst það bara vákvættur orðið stöðu. Þú veist, maður bara þannig, það við að vera ruglaðir eða þetta að verða hægt og rólega meira steady eða fer þetta svo aftur í sama gamla farið það? Þú veist það ekki, ég veit það en þú veist, já ég myndi allavega bara segja að ég vil ekki segja því sem að vera ruglaðri, ég trúi því ekki en mögulega það staðan en ég er samfyrirmyndar svo sé ekki en við erum bara að venjast öðrum viðmiðum. Já, þetta er eitthvað sem við höfum aldrei kynnst áður. Já. En hérna kemur rosalega spurning á hlustan sem ég var að spyrja það. Nú er Bitcoin market cap dominance að testa support level í kringum 60. Þar fyrir neðan er hæsta support level í kringum 52. Gæti við ekki séð gott allt season ef BTC fer niður fyrir 60? Einmitt. Það er svona, ég vil fara alveg varlega að svara spurningum en ég get alltaf að svara hver staðarinn málsins. Ég skil ekki þessa spurningu sko. Ég ætla bara að skilja það. Hvað fyrir komun sér? Nú er Bitcoin market cap komið að testa support level fyrir 60. Ok, sko, hérna það sem hann er að vísi, þetta er allt, þetta er augljóslega maður sem hefur mikinn áhuga á trading og technical analysis og ég varði heilmiklum tíma í slíkt content, mín niðurstaða var sú. Geturðu sagt hvað þetta er á íslensku? Já, ok, sem sagt, ég er bara ekki falla á tíma þessar skáka því ég er ekki með. Þú ætlar að vinna, þú með kolunni? Hvenær fór drottningin? Mér varst að lesa þig, hvenær fór drottningin? Hann gaflaði á honum. Kjartan er komin í gang. Já, þetta er díselil. Brum, brum, brum. Ok, já. Sko, með þessu hugtaki BTC dominance level er að það er talað um að allar rafmyntir í heiminum, það er allar rafmyndir sem hafa eitthvað markaðsvirði. Það er eitthvað, maður sér þetta á coin market cap, það er eitthvað kringum 10.000 að þær veistu mér bara, sorry, ég verð aðeins að ég er trilltur ef ég Ef þú myndi fara frá kvöldi ekki bara að vinna skák. Já, líka með þessa stöðu sko, það er bara ég verð að sigla þessu heim. Allt í góðu. Leifur, ert þú ekki góður annars? Góður. Ert þið góður? Nei, aldrei verið betri held ég. Við gátum ekki rétt með hann fyrsta gest. Nei, mér finnst það geðveikt sko. Hversu paníkaði varstu þegar neti virkaði ekki klukkan 9? Sko, fyrstu, áður við byrjuðum, af því við vorum jú 10 mínútum á seinir. Jú, heldur betur. Ég refreshaði, ég slökkt á tölvunni, slökkt á kveikti, ég var búinn að... Við vorum skítræddir að blása þetta af. Já, þú veist, ég var líka búinn að grínast með þetta í marga daga því við erum búinn að peppa hana þátt og búinn að vera því lítið spenntra frá Kjartan að eitthvað myndi nú auðvitað klikka. En blessunlega reddaðist það nú fyrir hot. Ég finn bara á mér, ég er ekki að fara að vinna sér. Jú, sko, hann er með, sko, þú ert með... Ég bara finn það alveg sterklega á mér, ég er ekki að vinna skák. Ég veit ekki hvað það er. En... Ein spurning þú sagði, er myntkaup appið komið? Nei, það er ekki komið. Áttu ekki að löngu komið, er ég að bylla það? Jú, og fyrir mann eins og mig sem er ekki mjög tækniklökur sko, þá er mér búið að finnast að vera tilbúið í bara mjög langa tíma og allir frammendin er eiginlega meira með tilbúin, eða bara hann er tilbúin en þeir eru bara þetta svo ábyrgir gæjar. Já. Að þeir segja bara, við erum að keyra miðlun, við erum ekki að keyra eitthvað, þeir segja basically bara að ef þetta væri eitthvað annað en miðlun
sem værum að keyra á fjármunum, þá er þetta app löngu komið í loftið, en þeir vilja keyra öryggisprófa þetta bara út í óendanlega þar til það er orðið algjörlega safe að keyra þetta og þannig að þetta er svona í bara öryggisprófunar. Næstu menn mig að fara að challengea. Kjartan er komin í gang. Já, er það forrita bara frá grunni og til enda alveg sjálfur eða? Af því að það eru væntanlega öryggisprotokollur þetta er ekkert venjulegt app eins og þú segir. Nei, þetta eru, sko, myndkauppsteymið er sem sagt þetta eru strákar sem náttúrulega bara ótrúlega færir forritarar og ekki bara færir forritarar heldur, þeir eru að vinna fyrir þeir eru að vinna fyrir sem sagt Er einhver sem vil challenge hann? Fyrirtæki í Bandaríkjunum sem er Robin Hood Comparator af því að sá ég spurt GameStop aðeins hana og þannig að þeir bara þekkja það að vinna með hlutabréfapp sem á að servisa milljónir vígstafina sko þannig að þetta eru þannig að við búum það mun að við þurfum enga í rauninni aðkeypta þjónustu sko. Nei. Það er að segja jú faktist er það því að þetta er annað fyrirtæki reyndur þetta er hluta á hópurinn sko þannig að en stay tuned myndkaupsappið er Zoom, það er einu sem ég get sagt. Ég verð að segja, það er eitt, ég ætla aðeins að koma, ég er búin að pefa Bitcoin eftir kvöld, ég ætla að segja ykkur eitt slendur heimasíðu, þannig að ég er alltaf að lokkast út af ég er með favorites myndkaupi til að geta refresha til að sjá Bitcoinum mitt, veistu hvað ég er að tala um? Og svo fer ég alltaf inn, það kom, þú hefur verið útskráður. Já. Þess að hlakka mig svo til þetta kom í appið, af því að þetta er dálítið svona, mér finnst ég aftur verið komin til ásins 2010 sko, þegar ég er að lokka minn með rafrænum skilríkjum. Og þetta er, já klálega, ég til dæmis, það er komin nýr challenge og það er 1000 stiga maður, þú treystir í það? Já, en 1000 stiga menn eru varasamir því að þeir eru oft óskrifa blað, hann gæti verið 2000 stiga maður. Þetta er Mikael Máni. Þetta er Mikael Máni? Þetta er maður sem var að spyrja market capið sko. Já, einmitt, já, og ég var ekki búinn að svara spurninguna. Hann er einnig gjaldgengur í Coolbet-inu. Herðu, heldur betur, hann er ekki farin út ennþá? Nei, hann er ekki farin út. Herru, ég ætla einmitt að hann fyrirgefur mig þá að ég sé að svara hans spurningu, þannig að tekið mér smá tími í þetta, ok. Þannig að allt market capið, ég er ekki alveg með á hreinu hvað núna, market capið Bitcoin cirka 1000 milljarðar eða 1 trillion. Market capið er þá, ég þori ekki alveg að fara með eitthvað kringum væntanlega 1,7, 1,8 eitthvað trillion dollars af öllu kryptó sko. Það er að segja BTC market dominance þá af þessu heildar, þú veist, maður sér þetta bara á CoinMarketCap, ég veit ekki, hann getur pizzað inn eða fara á CoinMarketCap eftir þetta stendur efst á því. En segjum að það sé 1,8 1000 milljarðar dollar, 1.8 trillion dollars og ef Bitcoin er þá 1000 af því, þá er það cirka 60% markaðshlutdeild í öllu kryptospaceinu. Já, nú skil ég, já. Og þessi traderar og með þessi technical analysis, þeir lesa rosalega mikið í það að þarna er jánaði með, já. Ef Bitcoin market dominanceið fellur undir 60% af þessu þá hefur það í gegnum söguna leitt til þess að þessir hinar rafmyndir halda áfram að hækka mjög mikið skilur af því að leikurinn name of the game í þessum meira kryptó er rosalega mikið bara að reyna að auka Bitcoin stöðunni sinna þeir fara í margar rafmyndir og eru með endgameið í Bitcoin, skilur við. Og þá var hann að spila núna mögulega, gæti að gerst, ég veit ekkert hvað gerist, en ef allavega sagan segir það, að þegar Bitcoin er svona sideways malli, bara svona eitthvað sem að vera að rokka milli 47 til 54 í einhverja mánuði, þú veist, þá hefur sagan verið þannig að hinar rafmyndirnar, altcoins eða alternative cryptocurrency, þær hafa verið að rallja upp alveg, keyra upp. Þannig að spurningin var nákvæmlega, þú veist, eitthvað þetta sérðu fyrir allt season, þú veist. Allt season, hvað er það að tala? Já, einmitt, allt season þýðir bara það að sé þá tímabil sem aðra rafmyndir en Bitcoin hækki gegndarlaust. Ég myndi segja, þú veist, það er allt season núna líka, skilur. Bitcoin vissulega er að standa sig mjög vel, en ég meina aðra rafmyndir er að hækka bara enn meira, liggur við, sko, en svo er hitt að, ég myndi segja að þegar ég byrja að fylgjast með genginu eitthvað svona daglega sem var í eiginlega bara maí 2020 þegar ég kaupi fyrsta Bitcoinu mitt að þá
sá ég bara, hvað er með að tala um Bitcoin sé eitthvað volatile og eitthvað svona, því mér fannst það bara malla í 9.000 til 10.000 bara í eitthvað 3 mánuði sko, og menn var alltaf að segja við mig fara varlega í sem öðrum rafmyndum, það eru stór hættulegar og Já. Biskupa geti hann alltaf lúmskur. Ég segi það sko, hann komin í gang, þá ekkert að stoppa hann að aðrar rafmyndir eru hættulegar og passa eins og Patrikur sem er Bitcoin maximalist gæjar sko, hann bara 100% Bitcoin, kallar hitt bara shitcoin og þú veist þetta er bara einn skóli í þessu og En þá spyr ég að þú segir þetta af því að ég spurði þessu hlustendur ekki bara hér að fá að heyra af hverju eru þið myntkaup bara í Bitcoin? Er það því að framkvæmdastjórinn kallar allt annað shitcoin? Það er hlutaði, þannig að þegar hann byrjaði þetta, vegferðin var þegar Patrik var alltaf bara ótrúlegur maður og svona, við köllum hann svona í djóki Patrikur Musk, að meira sagt svona í gríni en samt ekki, af því að hann er svona, hann sagði bara, ég man til að hitta hann á kaffi, ég tek kaffibóll með honum, hann snemma árs 2019 og hann kynna fyrir þessu, ég segi ég ætla að kaupa bara Bitcoin 100 áskall, ég hef með 100 áskall heimbankum mínum, losaði mig gernum þetta. Þá sagði hann, nei, þetta er nú ekki alveg svona, þetta var enn meira fráhrindandi ferli þá, en þá var bara, nei, þú voru að fara í þetta KYC-ferli, að láta það fá vegabréfið þitt og allt þetta dæmi. Er það ekki svoleiðis í dag, eða? Jú, en... Ekki gegnum myntkaup? Nei, ekki gegnum, af því að á Íslandi þá er fullnægjandi persónuauðkenning rafræn skilríki, þannig að með rafrænum skilríkjum og með því að svara spurningum sem uppfylla kröfur laga um peningaþvætti áreiðanleikakönnun, þá er það orðin fullnægjandi auðkenning og fullnægjandi áreiðanleikakönnun. Af því við erum með þessar rafrænu skilríki, en út í heimi eru þau víðast hvar ekki og þá þarf fólk að senda annað mynd af vegabréfi eða ökuskírteini. En já, hann fór bara, þetta er bara ótækt. Og í skjótinni og oftast líka sem er mjög pirrandi staðfesting á heimilisfangi. Já, og svo, bara eru mikið ískiluru þeir náttúrulega að þjónusta oft bara milljónir notenda þessi stóru fyrirtæki, að þá tekur það oft lengri tíma og við viljum fá staðfestingu á launaseðla eða eitthvað slíkt skiluru, á meðan þegar maður er með færri notendur eins og á Íslandi, þá er yfirsýn og svona samskipti, þetta verður allt persónlegra, þetta verður auðveldara, hvort viltu fá e-mail, reikningurinn hefur verið frystur frá einhverju kaupull í Kína eða eitthvað sko, skilurðu, eða hjá íslenska miðlun sem er skráningarskyldu og eftirlitsskyldu á fjármálaeftirlitinu og þú svona veist að þú hefur ekki til sakar unnið, að þá ætti að vera nokkuð auðvelt að fullnusta. En sko og þessi þáttur er ekki sponsor á neitt af myntkaup en slíkt, það sem ég ætla að nefna fyrir mitt leyti og ég fjárfesti í alls konar hlutabréfum og sjóðum og annað, er að það er ekki til einfaldari fjárfesting en að fjárfesta í Bitcoin. Þetta er í raun, þetta er bara eins og millifæra sko, bara í appinu í símanum sko, þetta er, og meiri segja sumum finnst þetta sko bara þetta er alveg svona skeri auðvelt sko, af því þetta var svo eins og Kjartan nefnir, svo fráhrindandi fyrir ekki svo lengur síðan og núna bara með einu smelli ertu að koma með Bitcoin sko, þetta er rosalega. Er það að tala um beint af bankabók? Já, þetta er bara, ef að Kjartan kannski lýsir þessu ferli betur, þetta ferli er mjög einfalt og skilvirkt sko. Og það er kannski ágætt í nýtt tækifæri, það nú gerist alls ekki oft hjá okkur, en það er einstaka það er einstaka sinnum sem það hefur gerst að fólk verist þáttur að við sko flöggum við í eins áberandi á held ég 3 stöðum, að þegar þú erum að leggja inn pening, millifæri pening, þá færðu evrur og þá auðvitað þarftu að kaupa. Já, þú verður að nefna þetta, það er góð punktur. Það er nú ekki gerst oft hjá okkur en það hefur gerst að fólk heldur að sé komið með Bitcoinið leið og búið millifæra. Og það er auðvitað ekki, og við mættum ekkert gera það skilur. Það þarf að, þú millifærir, fær svo tölvupóst, bam, innborgun hefur afgreitt, þú komið evrur, þá ef þú vilt, gera það fyrir að vilja, vistu að það er millifæra, að þá kaupiru Og hvað tekur það langan tíma fyrir það sem er að horfa? Langflestar innborganir eru afgreittir innan við klukkutíma,
bara afgerandi, leiðið innbúin hefur afgreitt þá getur þú keypt og selt bara á sekundu skilur á bara, það er bara mínúta en það getur tekið alltaf 3 daga í þeim tilvikum þar sem það hefur keypt það mikið, lagt það mikið peningur inn á, er rauninni það fjármagn sem miðlun er með á bakendanum sem er Coinbase, það klárast, þá þarf að bíða til næsta virka dag þar til að veri. Það kemur spurning, aldurstakmark á myndgöld? Góð spurning. Þetta er frábær spurning, ég hef ekki pælt í þessu. Má maður kaupa í Bitcoin ef maður yngri náður? Já, þetta fellur ekki undir þetta fellur ekki undir sko eins og með verðbréf og annað en ég samt þar og það er svona hugsunin nú almennt að við bönnum það ekki skiluru og ef þetta einhverjar minni áttar fjárhæðir skiluru þá en ég svona segi ég hvet fólk sem við höfum ekki fengið einhvern sem skilur undir 15 eða eitthvað sko og skilur það er bara verið þetta verið kannski 10 skall eða 20 skall ok en svona ef það kæmi einhver stór innbúrgun við myndum vilja svona í stuttu máli ég er ekki Þú ert ekki hrifin að því? Nei, að samaskapið þá veit maður heldur ekki að vera að banna einhverja hluti en almennt bara kynnið ykkur og hvet Þú ert að máti og drottningunni Leifur, það er ein spurning frá Gunnar Áka þú verður að spyrja hana því Já, herði, hún er bara Hlutan er góð félaginu og ég sé það að Kjartan byrjar að hitna verulega Þetta er alltaf með tafniskarandi byrjun Já, þetta var alveg leikur líka Hittari E4 Hvað ætlar að, vel gert Cozy, vel gert og ég vil líka áðurlíkt bera frá þessa spurningu þá vil ég hrósa Mikka hann ég veit ekki hvort að hann muni því en ég man allavega eftir honum ég fór og kíkti aðeins á hann var með okkur á skólaskap út á Akureyri fyrir allmörgum árum Þetta segir einn, ég er 14 ára og ég fyrir beint í að kaupa Það eru virkilega nokkur hoppandi í sætir sér núna sko 10 skalli heldur mikið fyrir 14 ára gutta sko Það var það er svona, almennt maður vill almennt að fólk sé fjárhæðan það er eins og við föllum þetta fellur ekki undir verðbréfa reglunar sko En þannig í rauninni þetta bara eins og að kaupa, bara lausafé út í búð, 14 ára krakki má kaupa sér úr út í búð sko, en ef það eitthvað, ef eitthvað ætlar að kaupa fyrir einhverja fjárhæð sem okkur finnst svona óábyrgt að afgreiða fyrirvaralaust sko, þá má viðkomandi alveg reikna með því að það fái tölvupóst eða eitthvað. En þú ítrekar það enn og aftur og þú nefnt það í þessu viðtölum að þú ert engin fjármálaráðgjafi. Alls ekki. Og það er rosalega mikilvægt að það komi fram að þú ert einfaldlega bara að segja hlutina eins og við blasir við þér þú eins og segi, bara mjög mikilvægt og kannski að þú nefnir það bara aðeins Já, bara ég hvet engan til að kaupa Bitcoin, ég hef enga reynslu af verðbréfamiðlun, ég er ekki löggildur verðbréfamiðlari, ég hef aldrei starfað í fjármálaráðgjöf, ég ger ekki út á að vera fjármálaráðgjafi ég get auðvitað ekkert lengt því skilur að ég hef náttúrulega mína samverkana sem væri ekki með minn sparnað í þessu en ég hef haft rangt fyrir mér áður og ekki síðast skipti og í rauninni bara að þeir líka annað sem ég segi til bara við vini mína segi ok að þessum segja ég nenni ekki að kynna mér þetta ég veit bara að þú ert með þetta í þessu og ég ætla bara að fylgja þér aðeins í þessu ég segi ok hvað gerir þú svo þegar kemur 20% lækkun eða eitthvað skilurðu og þú ert ekki búin að kynna þér þetta neitt ég er rólegur yfir því skilurðu að því maður er búin að setja klukkstund í þetta, ég veit að þetta er bara hluti af þessu ferli, þetta gerist áður og annað og ég bara held með þetta rólum í gennum þetta en ég get rétt ímynda mér en maður hefur ekki sett neitt tíma í að stúdera þetta svo er maður búin að kaupa, þetta droppar 20% ég held að maður sé ekki bara, þetta er allt í góðu maður, þá sér maður einmitt, þá er það sem er kallað veikar hendur skilur og veikar hendur þýðir ekki fólk sem er vitlaust, veikar hendur þýðir bara fólk sem annarkvæmt heldur á mjög miklum óeinleystum hagnaði og er þá komið svona að því að fara að vilja selja þessu út eða þá einmitt nýir aðilar sem vilja græða áður en þeir skilja efnið það er svona, þannig að þú tapar aldrei á því að kynna þér þetta Ég sé eina spurningu sem ég veit að mér finnst oft hafa vantað í að spyrja það sem í gegnum, ekki bara myntkaup, heldur bara Bitcoin og það við ætlum ekki að vera við þennan og það hvernig þetta skattað? Einmitt. Og hérna kemur spurning bara hversu mikið skatt greiður eða selur 10 ár, þú persónulega?
það er alveg ádraðlaust að skatturinn byggir á því að þetta sé fjármagnstekjuskattskylt og þeir byggja á þeirri stóð að hluti af þeim fjármagnstekjur eru tæmandi taldar í skattalögum. Eitt af því er sala, hagnaðar af sölu lausafjár. Ég þó á því að sé kannski, ég vil ekki segja, þetta er alveg ljóst að þetta er skattyfirvöld byggja þannig að þetta er bara formál í rétta svarið. Það er hins vegar líka ljóst að það liggur ekki fyrir fordæmi yfirskattanefndar fjármagnstekjuskattskylduna sem slíka. Það vísu til fordæmi það var aðili sem taldi ekki fram og hann átti að gera sekt en hann vann fullnaðan sigur í því máli, fékk enga sekt. Af því að yfirskattanefnd sagði, herru, við vorum ekkert með fjallum þetta, engar leiðbeiningar eða neitt, við erum ekki að fara að sekta manninn en að láta mann slæta og bara, en þeir byggja á fráfram á því að hann eigi að greiða fjármagnstekjuskatt. Ok, rökin sem maður er sögð svona gegn þessu eru, bara sem dæmi, kaupið Rolex úr, ok? Af því að Bitcoin hefur enga skilgreiningu í lögum annað en bara þetta er sýndarfé, það kemur fram í lögum peningaþvætti númer 140/2018 en svo rýnir maður í hvað það hugtak þýðir og það er ekkert annað en bara það, þetta er ekki rafeyrir og þetta er ekki gjaldmiðill og þá er ekkert annað og þetta er fjallað með þetta meðal annars á vettvangi Alþingis að þetta er bara lausafé, ok? Ef þú kaupir Rolex úr og við vitum að Rolex úr halda ekki bara virði sínu heldur hækkaðu í verði á árlega einhver prósent, þeir hefur ekki gott stór og value asset class og þú ert ekki að kaupa til að selja þetta, þú bara að kaupa þetta til að eiga Rolex úr en þú ert líka vissulega, þú myndir ekki setja kannski 2 milljónir eitthvað í úr nema þú myndir vita þetta er verðmæti sem heldur verðgildi sínu, sérstaklega í harðbakarslæðir og getur selt þetta svo selur þetta ekki í atvinnuskyni skilurðu heldur þú seldir þetta svo bara 4 mánuð síðar og með 500 króna hagnaði, segjum það. Þú keyptir úr á segjum bara 2 milljónir og selur það svo 2,5. Þetta er ekki skattskyldur atburður að þetta var hagnaður af sölu lausafjár, ekki í atvinnuskyni. En eru þetta bara spekulasjónir þér eða ekki komið reynsla á hvernig það verður? Klárlega, þetta eru rök sem hafa verið teld fram. Okay. Það sem ég reyna að segja þetta að skatturinn byggir þetta í fjármagnstekjur og að sjálfsögðu, bara svo það komið algjörlega skýrt fram. Þú ert ekki að hafna því að það ekki verið þannig? Nei, ég er ekki að hafna því og ég líka, það sem er absolutt í að sjálfsögðu það er allir að telja fram sína rafmyndaeignir eins og þú voru í lok hvers árs og ef þú hefur innleyst hagnað af sölu rafmynda þá áttu að sjálfsögðu að tilgreina það á skattframtalinu. En svo er annað mál, öllum er auðvitað frjálst eða þeir eru ekki sáttir á niðurstöðu sem skatturinn endanum kemst að þá er þetta challenge á niðurstöðu. Ég held að það væri mjög hollt, sama hver niðurstaðan verður, að annarkvæmt löggjafinn skerpa á þessu og ég veit að það stendur nú líklega til, eða minnst þú til skoðunar skulum við segja. Og hitt, ef löggjafinn skerpir ekki á þessu, þá minnst þú það liggi fyrir konkrétt fordæmi sem útskýri við sláum því föstu að hagnaður af sölu rafmynta er fjármagnstekjuskattsskyldur og líka, það er ekki nóg að svara bara þeirri spurningu því það er aðeins að svara hvernig, það er líka ákveðin útfærsluatriði hvernig fjármagnstekjuskatturinn virkar sko, að þetta er ekki, þetta er náttúrulega mjög vel og snyrtilega og nákvæmt útfært í tilviki verðbréfa og hlutabréfa sko. Þannig að svona, en já, stuttasvarið er bara þetta að þetta er fjármagnstekjuskattskylt. Ég hefði ekki að svara því. En, herðu, hvað er þetta? Já, hvað gerist þarna? Þetta var bara blöndir oss. Herru, en Leifur, ég veit við erum með rándýra spurningar sem að Kjartan en þetta er samt, gæti verið ánægilegt. Sko, það verður eftir hvað hann er gamall. Pabbi frændi. Við höfum ekki nú oft náð að koma Coolbet vinningnum út, sko. Nei. Út af því að oftast þeir sem að mala okkur of ungir sko. Ef hann er raunverulegur pabbi og frændi jafnvel, þá gætum við komið honum út. En Leifur, það eru fleiri spurningar sem að hlustendur sendu sem við verðum að klára. Já, algjörlega. Það er Gunnar Áki spyr og þessi er góð. Þetta er góð spurning, hlusta á hann. Á hvaða tímapunkti varstu sannfærður ágæti Bitcoin og hvenær keyptirðu þinn fyrsta coin? Ok, byrjum á sérhlutanum. Ég keypti fyrsta Bitcoinu mitt í maí. Það var nú bara fyrir 25.000 kall. Það var undir 9.000 dólarum. Í maí á síðasta ári? Maí á síðasta ári, já. Ok.
og sko, að því að við erum að tefla, þá langar mig að líka það, því að hvernig var ég samfærum ágætti Bitcoin? Ég líkist aldrei við þannig. Herru, ég kom með alveg bara... Já, ég geði þetta. Já, þetta var, sko. Það má challenge okkur. Gunnar frændi, Pabbi frændi, ekki? Já, pabbi frændi, gæði fram, hvað þú ert gamall í chatinu. Og það fær kúlbönduningin. Já, 50 €, hvorki meira en minna. Ok. Þú veist, ok, þegar ég byrja að tala með Patrik um þetta, þá var ég bara svona, ok, ég fekk þá staðfestingu á því, herru, þetta er greinilega dýpra koncept heldur en eitthvað tulipmania og greater fool theory og bara eitthvað, þú veist, eins og ég hélt að þetta væri. En ég hugsaði, hann lítur samt að vera rangt fyrir sér. Þetta lítur, Bitcoin gengur ekki upp, skilurðu. Hann sagði bara, hann sendi mér eitthvað nokkrar greinar og bókina, Bitcoin standard og svona, ég er svona, ok, ég verði allavega í öllu falli að ég ætla að fara að vinna fyrir þetta fyrirtæki, ég verði allavega að, þú veist, kynna mér þetta og hvað er að versta getur gert, skilurðu. Svo bara byrja að lesa þetta og svona, það var alltaf að vinna aðeins meira og meira á mig, skilurðu. Já, ok, en svona það samt pirraði mig. Heyrðu, 2461. Hver er þetta? Kjartan. Þetta er ekki skemmtilegt. Þetta er rosalegt. Hvað er að gerast hérna? En svona þetta gerist mjög gradually. Þú mátt alveg einbytta þess máluna. Ég var hérna bara, þú veist, ok, ég myndi líka þessu við það, líka með skamling, ég átt líka þessu við. Þetta er svo ímyndið ykkur að Bitcoin sé einhver staða þar sem þið sjá bara strax að hvíturum í gerð tapað. Svo kemur ykkur stórmeistari, eins og Patrik eða eitthvað í Bitcoin og segir, nei, hvítur enda með máti 7. Og þú bara, hvað meinar hann, þetta er bara drottningi drepur hérna, bara blasir við. Hann bara, nei, sagði þá og bara, já, ok. Þannig að það er þá ég að fatta, nei, ok, þetta er ekki tulipbanæði, skilurðu? En ég hugsa, nei, ok, en ég meina samt, það er svo miljón aðrir aðalegir. Og svo einhvern veginn, eftir meira og meiri stúderingar og meiri lestur, þá bara er alltaf svar við öllu, skilur, og þetta er bara svona listi af bara, þú veist, tugum atriða af hverju Bitcoin gengur ekki upp sem brýst í heilanum manns. En eftir að maður les það meira og meira í gegn, þá bara, jú, það er svarið þessu og það er svarið þessu og það er svarið þessu og það er svarið þessu. Það er alltaf svona, byrjar að koma, er actually möguleiki að þetta gangi upp, þetta dæmi. Það vilja allir fella kónginn. Já, þú veist, þetta er svona hellist í mann og svo allt í hennu fær maður bara svona spurningu, riddaritur með D4 svo, sko en við vitum báðir, við þekkjum báðir Patta og eins og þú nefnt áður fyrir viðtölum er að sko, að því að ég man í fyrsta viðtalinu við Frosta í Armageddon að þá sko var líkt sko Bitcoin við eitthvað svona eins og Cincino eða Herbalife eða eitthvað svona, þetta væri svona eitthvað svona píramídasvinn en ástæðan fyrir að ég til dæmis byrjaði að heillast að Bitcoin er hvað þetta voru klári náungar sem voru með og þarna vorum við með besta skákmann á Íslandi, vorum með Patrik Maron, við vorum með Kjartan, þetta var orðið svo mikið svona það er eitthvað, annars væri þessi menningi svona fallið fyrir þessu ég er ekkert að segja þetta sé endilega 100% málið en allavega velta þessu fyrir sér og allir þessi gæjar, þeir eru allir, ég er oft að ég spyr oft þessar spurningar, skilur, bæði við vinið mín og sjálfa mig, skilur, ef maður er röngum meginn við söguna, þú veist, please, bara enlighten me, skilur, því að það er að fara að enda mjög illa fyrir mig, skilur, að því ég er, eins og ég segi, ég verð þá 100% með síðustu flónunum. Eins og Gylfi sagði að þetta myndi enda illa fyrir seinustu flónin. Já. En hann er búinn að gefa sig fram, annars sá sem vann hann, Pabbi Frendi. Já, það. Hann heitir Elvar 12345, 93 model. Glæsilegt. Þá verðum við í sambandi við hann. Hann má senda mér eða þér bara á Facebook. Skilaboð. Sendu bara leiðið skilaboð. Já, endilega og við greiðum þetta. Herru, en af því þú varst að tala hvenær þú var skotin í Bitcoin. Já, og það bara gerist mér lúk. Ég les Bitcoin standard, þú veist, ég er að horfa á efni og einmitt það var sláandi bara, herru, þetta er engin einhverjir aukvísar. Nei, og einmitt, og þetta er ekki einhver gæði sem er bara, kaupi Bitcoin eitthvað þannig, þetta er alls ekki þannig, þetta er bara svona, þú veist, en ég myndi segja að það var alveg tekið mig, hvað ég segja, að vera svona gríðarlega sannfærður eins og núna, það hafa alveg tekið mig svona hálft ár af, þú veist, ekki bara eitthvað gluggi í þetta á kvöldinu eða eitthvað heldur bara svona af
ég held að flestir myndi segja svona mjög þráhyggju og áráttukenndri stúderingu á þessu. Það var alveg þannig að bara svona, og það finnum við það, ég er þannig, þegar ég verð obsessífur, þá get ég ekki hægt að tala eitthvað. Og það kom til að kona var til dæmis orðin oft pirrað á manni og var eitthvað svona, getur please, við erum að fara hérna, ekki tala Bitcoin núna og eitthvað svona. Og ég var alltaf að tala um það við marga vinir minni sem ég vissi alveg að tóku mig alvarlega og vissi að voru tilbúin að ræða hina þessa hluti. Hann kemur til 25, bæði vegi. Já, hann bara... Það kemur nefnilega ein spurning að Kjartan, því ég veit að það eru margir að spyrja þessa og það er ein spurning áður en ég tek þessa og þú lofar að svara henni fljótt. Áður en verði bara hlusta svona fyrir taflmennsku. Já, þetta er besta taflmennska, þú ert allir að koma til. Virkilega vel telt, sko. En fyrir þá neikvæðu fílupúka sem eru að horfa og hugsa, hann er bara að reyna að láta mann fara inn í Bitcoin því að hann græðir á því. Hvort ert þú inn í Bitcoin bara því að þú trú á hugmyndafræðinni eða að því að heldur að vera ríkur á henni? Að því ég trú á hugmyndafræðinni, en klárlega ég er mjög til að vera ríkur líka. Ég fer ekki leynt með það. Nei, það er gott, já. Þú veist, ég er ekki... Ég vil bara alltaf vera heiðarlegur. Já, algjörlega. Og ef ykkur vill, skilurðu, hvað að segja, dæma mig að finnast ég eitthvað síðri maður að því ég vil eignast peninga líka, þú veist, ok, þá bara gerir hann það. Og þá segir einn það, ég fjárfesti til að mynda bara í hlutum sem er raunverulegt virði á bakvið. Og þetta er nú bara, mér finnst, ég býði eftir að standa þarna username Gylfi. En ég var með þessa, þetta var eina ástæða þess, að ég sagði, ég vil ekki setja peningi í Bitcoin, af því að, þú veist, ok, ég veit ef ég er komið hlutabréf, að ég fór alltaf bara eftir Warren Buffett, ég þykist vita þessi maður svona er hrifinn af Warren Buffett, ég var alltaf bara með þetta, ekki fjárfesta í skilríki og þegar þú fjárfesta í hlutabréfum, ekki vera bara að horfa okkar gengi, vera að treyta, ekki hugsa 1-2 ár, ekki hugsa 10, 20, 30 ár og hugsa bara grúndið í hvernig rekstu fyrirtækis að því þú ert ekki að gera neitt annað en að kaupa bara hluti í þeim rekstri, það er það sem þú ert að gera in the long run, in the short run og þú ert að ræta einhverjar gengisveiflur. Og ég sagði bara, hvað er þetta virði í Bitcoin, skilurðu? Og í stuttumálum má segja að þetta virði er ekki annað en það að við vitum Ég ætla bara að nefna að Kjartan að tefla skák frábærlega, þetta er bara ennþá skák. Já, þetta er geggja moment sko til að... Ég þarf ekki að bókin. Þið til að vera blöndur að drottningun líka núna til að eitthvað svona toppa. Nei, en sko, nei, þetta gengur. Er raunverulegt virðið á baka Bitcoin annað en að þetta... Ok, er raunverulegt virðið á baka Bitcoin? Eina raunverulega virðið á baka Bitcoin er það að við vitum að við verðum að búa við skilvirkt peningakerfi. Þegar mannkynnsagan kennir okkur það að samfélög sem búa ekki við, þú veist, sophisticated monetary system, þú veist, bara sound money, góðan pening, þau ná ekki langt. Og þá kemur spurningin, ok, þá þurfum við ekki Bitcoin, að við erum með fiat-kerfið sem er bara mjög skilvirkt og sophisticated peningakerfi og fiat money er sound money. Og ef einhver er algjörlega þeirra skoðunar, ef ég hefði ekki mjög alvarlegar efasemdir og áhyggjur af fiat peningakerfinu, þá myndi ég ekki trúa á Bitcoin. Þá myndi ég bara sjá, ok, Bitcoin er cool, það rímar vel við þessi atriði sem peningasagan, kennir okkur þurfa að vera til staðar, en það er engin, það er hann að, ég missir, ok, whatever, en allavega, ég var aldrei að fara að vinna að skákorti, en hérna, ef ég væri bara, Ef svarið já eða nei, þá er eiginlega svarið nei eða ekki. Sko, ég segi ok þetta, að það er já í þeim skilningi við þurfum góðan pening. Og ef ykkur segir, fiat peningur er góð peningur og hann gengur upp til lengdar, við þurfum ekki að taka eitthvað nýtt skref í þessu, að hugsa okkar gangi í þessu, þá getum við komið að Bitcoin verður aldrei neitt vit í þessu, skilur. En ef maður trúir því að fiat peningakerfið þarf að minnstakosti, ég er ekki endilega að segja að Bitcoin muni taka yfir og verða bara replacea, bara skipta fiat-kerfin út, en að fiat-kerfið þurfi allavega að hafa eitthvað solid svona, hvað ég að segja, eitthvað solid hliðarkerfi. En að því við erum bara því að við nefnir þetta, því að við erum komnir yfir 90 mínútur okkar praktísku, að ég kem með þessa spurningu sem vorum að ræða rétt fyrir þátt
bara svona að útskýri fólki þín sín á og svo kannski ekki með leiðum meina spurningu best case scenario með Bitcoin og worst case scenario eins og þú sér þetta fyrir núna í þeirri sögu sem þetta Ok, byrjum á worst case ég myndi segja eina atriðið sem ég verð að taka leap of faith sem ég get ekki bara með minni eigin dómgrind stúderað og lagt í grundvallar minni sannfæringu eina atriðið sem ég verð að taka leap of faith með Bitcoin að hvernig mænirannir verja kerfið þannig að sé unhackable ég auðvitað ekki dulmálsfræðingur eða skilurðu ég veit það bara allir sem eru þar segja að þetta ekki hægt hackable kerfi þetta decentralized blockchain og mænirannir tryggja þetta og það ekki skilurðu þannig að ég get lesið mér eins mikið til og þannig en það þarf alltaf eventually taka eitthvað leap of faith þar ok, en þá segjum við vorskilsina að þetta verður bara hackað þetta sé ekki svona örugt og þetta hrynji ok og það verður hackað algjörlega kerfið þetta eitt af svona black swan event sem talað en það ekki búið að gerast í meira en 12 ára sögu ekki einu sinni og eftir því ekki best kemst næst af einhverjum verkfræðingum og eðlisfræðingum og tölvunarfræðingum og dulmálsfræðingum segja bara það ekki hægt eins og þetta kerfi að hacka þetta svo lengi sem þetta er proof of work aðferð en augljóslega væri það worst case scenario best case og hér þykist ég vita að þessi vera með að því eins og ég nefndi við maður áðan ertu þá bara að sjá fyrir þér að Bitcoin verði bara gjaldmiðill alheimsins eða verði einhver blanda við hefðbundna efnahagskerfi er einhver veginn hrifnari kannski að þið mér finnst rökréttari og raunhæfari að þetta sé bara svona solid asset class eins og gull nema stærra en í rauninni og náttúrulega virtual og digital og miklu dreifðara og breiðara eignarhald frekar enn að þetta taki yfir fiat peningakerfið og með þessu móti þá held ég að og tala nú með ýmsum lausnum sem mögulega felast í bálkakeðjutækni eða ekki að þetta verði svona veit þessu fiat kerfi meira aðhald þannig að hluti sem við sjáum með 2008 þar sem bara skiluru það var það auðvelt að búa til nýjan pening með gengdarlausum lánum sem var engin innistæða fyrir skiluru og eitthvað hlaut að springa ég vissi ekkert að það myndi gerast þá ekki frekar en flestir en þú veist þetta er svona það sem mér finnst að minnstakosti næstu áratugi vera miklu rökréttara þannig að þú veist en auðvitað geti eitthvað bara best case scenario fyrir Bitcoin það bara taki algjörlega yfir og verði bara global monetary unit sem einhver veginn verði bara allir þessi þrír þættir store of value, unit of account og medium of exchange ég er alls ekki viss að það verði hlutur og mér langar að nefna samingi af því að nú er ég með svona kryptokort gefið út af Visa og þetta kort er bara hefðbundið greiðslukort þar að það eru bara evrur inn á því sem því það þegar ég strauja kortið í verslunum ég nota það bara í minn daglegu viðskiptum þá fær kaupmaðurinn bara íslenskar krónur skilur, bara eins og með önnur kort og ég er yfirleitt aldrei með mikinn pening inn á þessu af því ég liði bara mjög sparlega þegar maður vil safna peningum eða Bitcoini en þegar ég þarf og yfirleitt er ég þá hrifnaður til að taka lán á þessum sama plattformi en ég er alls ekki að mæla með því því að ég er svo mikið að pæla í að því að maður vill hafa allt skattframtal og allt þetta rétt sko að maður reynir að vera dálítið nákvæmur í hvernig maður vill búa til skattskylda viðburð og hvernig ekki en bottom-line þetta þú býr til breyti Bitcoini og setja inn á kortið það getur 0 krónur á kortinu á innan við 10 sekúndum og þá getur nota það bara sem mítið og þá spyr ég mig ef við erum komin svona langt 2021, þetta er bara Visa-kort skilur við gefið út af crypto.com en það eru fleiri svona kort til er Bitcoin að koma með eitthvað meira value fyrir heiminn, fyrir samfélagið með því að það sé endilega það sá peningur sem kaupmaðurinn tekur á móti skilur mig, ef þetta er orðið það þægilegt að ég get verið með 0 krónur inn á kortinu mínu en ég er með Bitcoin og ég er 10 sekúndur að breyta því yfir að því að vandinn er þessi sem flestir tengja við fólk getur átt verulegar eignir í fasteignum og jafnvel verðbréfum sem er náttúrulega miklu meira liquid heldur en fasteignir en vandinn er þessi, fólk lendir í lausarvandræðum og ef það er ekki með mjög greiða lánalínur og yfirdráttarheimildir þá er helvítis vesen að breyta þessum breyta safnin yfir að þú liquid þetta cash
ef þetta er orðin lausnin, og eins og ég segja, því að ég var einmitt, ég þurfti að eyða smá peningum í dag, ég reyna að gera nú eða aldrei, og ég vildi ekki búið til skattskylda viðburð. Til að fá að koma í þáttinn. Þá bara sló ég lán, bara lítið, setti smá bitcoin að handveði, banki lána með dollara, það er komið á kortið og ég nótaði út í búð. Wow. Þú veist, og þetta tók mig no joke, hann var orðlaus líka gæinn í búðinni. Ég var ekki að já, hvað kostar þetta, svona já, býta aðeins og svo greiddi hann, hvernig kort er nú þetta? Þetta er svona málmkort. Já. Ég get ekki með síma þannig. En þannig að þú veist, ég held að allavega til að byrja með, næstu áratugi, að þá er Bitcoin ekkert endilega eitthvað meira value þótt að verði medium of exchange. Ég held að þakið sem það hefur sem store value er bara og það er kannski stærsti misskilningurinn. Algjörlega, og það getur verið rétt að mögulega að því að maður les hvítbókina, þú veist að hann kallar þetta vissulega Electronic Cash System, skilurðu, þannig að þú veist, fólk vil lesa í það, hann hafa verið að hugsa þetta sem greiðslumiðil sko, en þú veist, mér finnst það, ok, gott og vel, segjum hann hafi verið að hugsa þetta þannig, þú veist, hvaða máli skiptir hvað hann hugsaði þetta? Þetta er bara decentralized technology og við gerum það sem við viljum gera við þetta. Þú veist, ég meina alveg saman hversu klár þessi gæi væri eða gæi eða whatever eða kona eða hvað það er enginn sem getur séð fram í sko 100 ára fram í tímann skilur, reyndar er ótrúlegt með þennan mann, hver sem þetta var það er reyndar og þess vegna er svona oft djókað til þess að hafa bara verið geimur og koma úr framtíðin eða eitthvað bull sko, en það er lýlegt hvað hann virðist hafa séð fyrir sér eitthvað mikið á svona bara vandamál sem blasa strax við lausnum við þessu öllu í forriðinu sem er dálítið magna. Leifur, loka spurning á Kjartan á hann við segjum þetta gott í kvöld. Herri, mér fannst þetta bara í raun og veru frábær loka orð. Þetta var bara, við viljum þakka fyrir áhorfið í kvöld. Ég vona að þú hefur haft gaman að það, Kjartan. Þetta var rosalega gaman, ég líka tældi allt í lagi. Það var sumar hrikalegar, en ég var tefnilega líka móti heldi öflugum gæjum. Þú fekst allan skalan, sko. Ég fekk allan skalan, en ég náði allavega nokkrum hana og ég náði einni, ég man ekki, var það ekki þessi sem var í rauninni allt í lagi. Og þessi gæði með 2.5. 2.5, sko. Hún var allt í lagi, ég var endar, þetta var einu af þeim skákum eins og á móti í Hjörvar eitthvað sem ég vissi að ég var aldrei að fara að vinna sko, ég var aldrei með betra eða neitt slíkt sko, ég var bara svona... Þú hélst þér inn í skákinn? En ég hélt reisn. Algjörlega? Ég tapaði með reisn. Algjörlega? Og já. Að með að þú varst líka að tala allan tíman sko, á myndi 2.5 gæði er ekkert grín sko, og ekki var það nú vitleisa. Nei. Þannig að... Þetta búið að vera frábært kvöld. Já, takk kærlega fyrir að koma. Já, takk kærlega fyrir að koma. Já, bara mín og takk fyrir að bjóða mér. Þetta er skemmtilegasta beinútsendingin sem ég hef verið í. Það ekki? Já, takk fyrir það. Herru, það var nú alltaf verið skemmtilega, samt sko. Við þakkum fyrir okkur ekki. Jó, viljum þakka bara að lokum Coolbet, kærlega fyrir samstarfið, Dominos og Green Diamond. Rétt. Skósólu þáttarins held ég sami sigurveri, já við verðum síðan bara í bandi við sigurverin í Coolbet. Já. Og sama, ég held að Arnar hafi sótt Dominos-vinningin, en við förum betri við það og höfum samband við vinni sama. En takk kærlega fyrir ári kvöld. Já, takk fyrir kærlega. Hrikalega gaman. Takk.